Ég get lofa ykkur því að ég allavega tilbúin búin að vera það í nokkra vikur. Það föstudagurinn 4. október klukkan 4 FM 95 blöður hafið göngu sinna hér á FM 957. Það fullur bátur í fyrsta sinn í langan tíma og ég veit ekki með ykkur drengin en ég sagði það einmitt á Instagram. Það langt síðan hefur ég að peppa þau fyrir að taka FM 95 blöður. Já, það gýri í mönnum. Já, ég búin að sakna þess að sitja hérna. 3 gýr. Það sko, þetta er understatement hér í dag. Það 3 gýr. Svolítið síðan þið voru hérna félagarnir. Þið búin að vera traveling all over the world. Já, þetta bara, mér líður eins og þetta sé svona nett comeback. Þetta var líka sko að því að við náttúrulega þátturinn í frí í júli, svo vorum við í ágúst. Ég vissi alltaf að værum að fara allan september. Mér fannst við einhvern veginn, minnst eins og núna er sumarfríið búið og þátturinn er hafinn, bara vetradagskrá er hafinn hér. Já, það var komin heimþrá blöð. Ert að grínast 30 dagar í burtu. Það eru sjómenn. Við vorum að reikna þetta, já sko sjómenn. Þeir eiga allt mitt hróskilið. Ég gæti þetta ekki aftur fyrir eftir 2-3 ára. Nei, það var hérna að gera þetta annarkvæmt mánuð, þetta grínast. Þeir reyndar ekki að rækja á fólk og reyna að baða fólk og eitthvað svona sko. Þeir eru meira bara að kasta út netum og þeir gæti alveg að baða okkur. Ég trúi að sjómenn gæti alveg að baða okkur. Við getum orðað þannig að þegar ég var að baða 65 ára endurskoðanda í baðkarnu upp á hóteli til að fá stig, þá hugsaði ég svona, jæja, nú fer að koma tími. Þar kom ein óþægilegasta þögn sem við steinduðum lendi í. Það var bara svona, hann var eitthvað með skrúbban, svo kom bara svona þögn, við bara svona ég ætti ekki komið hvað? Ég er aldrei ekki búið. En kveiktur á kertu með svo kolbarinn og gerur þetta huggulegt eða hvernig það var? Nei, þetta var smá bara svona að sækja stígin. Já, sækja stígin og beðan svona hann var þetta geggjaður ef hann að hlusta. Þvílíkur snillingur. Endurskoðandi? Já, fengum alvöru peppinn í byrjun þáttar. Já, tvíhöfðu mætti hérna í stúdíu og það er alvöru pepp. Þeir sögðu að þeir hefðu beðið enganum að hlusta á sinn þátt en við beðum allum að hlusta okkar. Já, þeir voru að gera klukkutíma þátt Bjú og fagsýrugif og eitt enn. Já, ég vona Þetta er motivational boost. Þetta er þáttur sem ég ætla að hlusta á. Það er rosalega motivational boost þegar þeir ætla með þátt millir 2 og 4 hérna á Exinu. Já, þeir kíkja hérna í FM stúdíu þá bara ég veit ekki hvað ég hlustaði mikið á því ég hlusta á hvern einasta þáttur ég var að vinna á lagutum í vúrt. Ég misti ekki að þætti. Ég var íkjæðagómur. Það sem held mér ég væri líklega ekki á lífi í dag ef tvíhöfðu væri ekki til. Ég hef sagt áður til í þessum þætti. Mesta hrós sem ég hef fengið er þegar fólk er að segja þetta sé að stytta daginn fyrir þeim í vinnunni. Það eru sumir sem taka þáttinn á Vísi á mánudögum og svona. Að það er svo geggjað því maður veit nákvæmlega hvað er í gangi. Þeir björguðu æsku okkar. Þú varst alltaf miklu yngri. Þú varst alltaf bara ég er alltaf 4 árum yngri. Ég og Blöð vorum working hard. Ég var með myndaðin bara upp á vegg í herbygginu. Þú veist, þá eru flestir jafnaldra mínir voru bara með eitthvað skvísur sko. Ég var með tvíhöfða. Varst þú aldrei, talandi um það voruð þið með eitthvað skvísur upp á vegg hjá okkur? Voruð þið með Pamelu plaggöt? Já, ég gæti nú hafa verið með Pamelu sko. Varstu með hann uppi? Gæti verið það. En ég var svona Varstu með Pamelu kall og Júliu kall? Já, svo var ég með Jim Carrey og Conair plaggöt. Það fór alltaf hliðin að skælagulegðu Júlur. Mástu því? Jésús maður. Þetta var aftur í það. Fannst þér ekki gaman að koma aftur? Ég er að fara bara beint í annan draum. Þegar skælagun leiði Júlur. Þú varst svo villu að segja. Ég var með steikt sko. Ég var með Nirvana. Það var náttúrulega bara herbyggið mitt var allt í Nirvana. Eric Cantona. Nei, ég var ekki með Creed plaggöt. Ég var með United, Cantona. En veitu hvaða hérna Michael Jackson? Nei, það var fyrr. Ég er að tala svona 3 ára orðin úllingur 16 eða svona 15 og 14 Andy Cole? Nei, bara United plaggöt og Cantona. En svo var ég með Cindy Crawford. Hún var svolítið nýmannski. Það var hristingsblöð. Ekkert hristingsblöð. Ég var ekki með Pamelu. Var beint fyrir ofan rúmið eða varstu með? Nei, ég var með einhverja svona dagatöl og eitt risa plaggat. Það varst alveg snældu vitlis á þessum tíma. Ég var náttúrulega tæpur á þessum tíma. Ég var með man-sized Jordan plaggat. Það var ég líka með. Já, ég líka. Það var alveg eins og mér og blöð. Hvort áttu með plaggatið sem var að tróða eða það sem var með puttan svona upp í loftið? Tróða. Já. Ég var með, ég var með David Beckham líka, einhver dagatalið eitthvað og Máni, okkar besti maður við erum eiginlega sumu fjölskyldu. Hann lappar inn til mín og sér David Beckham plaggatið. Hann er ennþá að stríða mér á því. Hann er ennþá að lappa mér hérna og stríða mér á Beckham plaggatinu. Ég var með Bob Marley og Wu-Tang og svona. Þú ert líka miklu svalari í Var hann svalari? En vitið hvað ég gerði drengir? Ég var með svona eigin vídeolögu. Ég fekk að eiga svona rekka sem var í Snæfellsvídeó. Nei, þú sagði mér að ákveður þetta að fela þetta. Þú varst að stela hulstrunum. Nei, eiga rekkan.
Eiga rekka Við segjum ekki stela Og svo sagðir eins og stali Steindi. hölstunum Já, Steindi fór á vídeolögur. Það er alltaf að segja núna, þetta er allt bara á hausinn. Það er ekki til Vaffa Vest lengur. Ég kóperaði myndirnar Já, og svo fór hann á vídeolögur og stal hulstrón. Þannig að ég átti basically alltaf myndir í hulstrum heima ég átti bara mína eigin vídeolög Og allir heldur það að væri inn í þessu Það var ekkert inn í þessu Já, var inn í þessu En hvað sagði mamma hennar pappi? Ég tók upp myndir úr Já, sjónvarpinu kopið þær og kóperaði Það er vel gert Já, ég var alltaf Entrepreneur, Ég var með 2 vídeotæki Þannig klippti maður bara stuttmyndir maður var með 2 vídeotæki til að klippa Það var ekki takt að klippa í tölvu Voru fóreldræðinni, voru þið strangi við þig? Í uppeldi Sko En svo komið ekkert aður og spurði bara hvar fékkstu þessu vídeóhulstur sem eru hérna? Jú, þetta og ég bara eitthvað bulla mig úr því sko Mamma mín var nefnilega alveg sko Allir strákarnir voru hálf hrættu við mömmu mína sko Þegar við vorum alltaf allir með buksundur á hælunum Hvað heit það? Sagga? Nei Í dag heitir það Sagga sko Þegar þetta var, ég var bara að vera með buksundur á hælunum Þegar ég var yngri Og hérna Var Sigga grótt hörðu það? Já, nei, og það var bara reglur Hún bara, allir gerðu ykkur áður við komið öskraði bara gerðu það sem áður við komið inn og setjast í sófana og hún var alveg þú átti svona ströngum mömmuna Já, hún var samt alltaf, þú veist, mamma var bara, hún var hávær Þú varst með vídeoleifu heima, það er rosa það er grjóthart Markmanna líka, rauða mappan, hún Nei, vantaði reyndar hana Pappas blöða með hana Nei, hann var ekkert með hana Hann var bara ekki neitt með hana Nei, hann átti 2 myndir Hann átti vídeolegu Það var á Selfossi þegar ég var 5 ára Ég er að tala sem úlingur Og veistu hvað, ég myndi bara, ég tek bullet undir að það er pappiðin átti möppu sko. Þegar hann var með vídeolegu Já, það er 1985 Suðurlandsvídeó á Selfossi En erum við ekki að tala þegar við vorum úlingar Ég hef alveg rætt það þegar við vorum úlingar þá voru 2 spólur upp í skáp og ef maður horfði á það og passaði maður að spóla á sama stað þegar maður byrjaði sko. Það voru engin sensartekni þannig sko. Nei Það var alltaf verið þannig En sko, ég er ekki Það er komin oktober Það er gýrilið Ég held að það sé ekki bara við Það er eitthvað svo mikið að vera Það er, sko, þú ert með nýjan þátt í kvöldstendi Já, frumsýning Ein stjarna Já, í opinni dagskrá Það er sko opinn dagskrá Stöð 2 alla helgina Það er Gulli Byggir á sunnudaginn Svarti Sandar líka í opinni dagskrá á sunnudaginn Það er bara allt opið Alla helgina Þú getur bara sett á Stöð 2 núna og byrjað að horfa Og ein stjarna, þetta er klukkan 8 í kvöld 8 í kvöld Já, ég er mjög peppaður Þú bara var faglega gaggrinni frá Gilsa Já, ég er bara peppaður Þetta eru öðrisi ferðarþættir þar sem við förum og skoðum alltaf skrítna og hallaræslegast og slappasta sem Evrópa hefur upp á Hvað byrjiði í Svona basically allt sem fær eina stjörnu þegar ekki Allt sem fær eina stjörnu og sumt, þú veist Ég meina, sko, við erum ekkert endilega að fara á okkur ógæslega staði Nei Nei, bara þú veist allan sem er minnst versta rankaður á hverju location Já, og bara sem fá allavega slæmt review Þú ert það geggjaður í þessu Og hérna, Við þekkjum Steindi, hann þarf ekkert Hann getur höndla hvaða drassin er sko Hún er alveg saman hvað hann gistir sko Ég veit að Dóri kannski mögulega ströggla meira af þetta en Snowfall Dóri er svona lúksuskall sko Dóri elskar bara að sittast niður Fá sér góðan mat Gott náttúruvín, hann er svona Dóra og Egil er svolítið svipað Þú fyrir að vera með svolítið svona luxus Snobbkallar sko, þeir geta snobba sko Nei, við bara sko Það er snobbkallar Bara að geta hvernig bara farið í fríið Að vera bara farið í fríið Og vera ekki ykkur ógeð Ég byrði ekki meira það Nei Það er samt margt sem að þú kallar ógeð sem að við Steindi köllum ekki ógeð En ég gleym aldrei að fyrsta Tenerife-ferðin mín þá fór ég ógeð Og 2015 Eva Malen var þá eins ás og fór ég á hótel Það því ég labbaði hann á klósett og kveikti ljósi hann á barbekkinu og sá ég 2-3 kakkalega svona sprett í burt Það er svolítið Ég væri til í að sleppa við það Það er hægt að fara millivegin Ég er ekki að sækja það heldur sko Nei, þetta var samt hótel sem að á Tenerife-tips fólk tala mjög vel um að geggja Tenerife verður annar þáttur og ég ætla að segja hvað það er Ætla að fara á þetta hótel? Nei, þegar þú ferð út fyrir Tenni þú ferð aðeins í burtu þá verður Tenerife helviti aðteklisverð maður er alltaf á sama staðnum En er ekki slömm allstað? Nei, ég meina við gistum allavega þar í hjólhísi og það var kona sem leiði okkur að hún sagði bara já, við erum nú ekkert að ángra fólki hérna í kring sko bara eitthvað svona slæmt hérna neighborhood sko, Dóri DNA kemur eftir ég tekit allt með svona teskeiða salti sem þú segir sko, þú ert nájaðasti maður á landinu Ég sverða, hún var að segja okkur að vera bara inni sko En meðan þið voru úti, þá fekk ég BB King, self-made millionaire and entrepreneur og DNA-mannin í blökkastið Þessi þáttur ekkert að vera 6 tímar Þetta er verið 95% stór DNA svo 2,5% ég og BB King
Dóri getur blaðað sko. Hann er svo góður í þessu. Hann tekur bara yfir. Ég hallaði bara aftur og sé bara blaður það. Ég líka þekki hann svo vel. Það er svo það er svo létt að pirra hann. Ég veit svo nákvæmlega hvað að taka ég þarf að íta á að fá okkar manni fram sko. Já, ég passa pirran aldrei sko. Ég ætla bara að hafa hann góð. Þá fær hann, því að málið þú fær alveg alvöru lestra frá honum. Er það ekki Sigrún ammæli í dag? Sigrún ammæli í dag. Til hamingju Sigrún. Ég held að þetta er fyrsta sem það gerist. Þeir voru með blöðkasti á þriðjudaginn og þetta er Rakel ammæli. Og svo konan þín ammæli, þeir eru með F9 blöð í beinni. Já, hún er 35 ára í dag. Það er stóra ammæli. Akkur hún ekki haldið upp á okkur mökk í Dimension? Við heldum aðeins upp á það í gær. Við fórum út í gær. Það sést ekki þetta á þessu? Já, það er riðið mér. Við fórum út og ætlum að fara bara í lunch. Það var næs. Svo reynda fórum við í Skylagun Þetta er í Linn Póst í Skylagun Ég gæti ekki komið með það á hann sko. Málega nú þurfum að gefa þeim lestur Hvað eru koktelborðin og hvað eru hinn bar og mér finnst líka eitt sko sem ég ætla að gefa Ég ætla að gefa hann smá lestur með það líka Þú getur bara kiftið 3 bjóra Það er nú eðlilegt Ég er alveg 6-7 bjóra maður Og bjórin í Skylagun er bara eins og skot Hann er tiny Já, maður skilur samt alveg okkur að ég en byrju kannski ekki fengið arband Nei, þeir náttúrulega bara 2 Fyrir utan það var þetta mjög næst Steindir ykkur 3 bjóra á 7-8 minn Þetta er ekki verið að láta svo vilsingur Hann geti ekki 20 bjóra Já, en hérna ekki 20 En ég geti auðvitað tekið 6-7 á hans að drukna þarna sko En hérna síðan fórum við í mat og svona Og við ætlum bara að fara aðeins Day of fun Já, ætlum bara að taka day of fun Endum bara til lokunar í bænum bæði bara ég fíla þannig að það var smá reyði í kallinum þær eru þá sama stjörnumerki hvaða stjörnumerki eru þær? Hvað er í okt? Byrju nótt er þetta ekki hérna í Kolbarn maður frá expert í þessu ég veit ekki eins og hvað ég er það eru sama stjörnumerki og virðast svona báðar leitast í trúða sem kunna ekkert já Þannig þetta er eitthvað, þetta er típa Stjörnumerki í 4. ótt, ég gerur gendinni með þetta Já, er þetta ekki Vogin? Hvað erstu þá? Það er Vogin Vogin, já, ég hérna Tengd við jafnvægi, réttlæti og samræmi Yes, ok Hvað er bágumæðurinn? Hvað segir hann? Er það þú eða? Það er ég Er hann ekki, það hlýtur að vera stemningsmaður Já, það er ævintýragirni frelsi og bjartsýni Það er bara stóð Hvað kemur með krabban? Það er svolítið djún Banafastur, alveg rugglaður Já, krabbin, það er blöð mikið heimili og fjölskylda Mikið fjölskyldmaður En sko, og svo er nautið Naut heimst Já, ég segi nú það Nei, það var illa gert að það sem er naut heimst Og hvað er að tala um á nautinu? Stöðuleiki, áraðleiki og þrautsegja Ég held að það segi bara þrjóskur sem ég er sko En nú er það að vera reynskilið Trúið á svona, ef þú haldið að sé til í þessum sem að er Sko kaupið þetta, ef einhver segir við ykkur ekta naut, ertu það bara svona já, ég er það, það hugsaður bara guð minn guð Eitt sem búið að læra í lífinu bara að dæma ekkert svona eldsnögt sem eitthvað bara algjört kjaftaði Ég er bara að læra í lífinu að vera að hafa an open mind En þú ert ekki að segja mér neitt núna, trúir á þetta ekki? Ég er svona, þú veist ég sveiflast til og frá stundum með einhvern veginn finnst bara held sé manure, síðan stundum bara, hörðu, það er eitthvað til í þessu Ég fór til The Colts daginn Þau eru með eitthvað möppu Gilsarán Þau eru á kafi í þessu Já, það er elskundu lífinu En ég minna þetta sem við vorum að lesa núna passaði nákvæmlega okkur Það er þetta að segja Þetta er mappa sem þau eru með Ég hef aldrei séð svona Það er Kitta Britsmappa Hætt að tala um pappa minn eins og eitthvað klámkallina Það er bara Ég hendi þér út Eða ég lækki í þér Það var saman með þessa mappa Þannig að hérna ég ætla I'm keeping an open mind Það er ekki verið að neyka þér Nelly Og hérna út af því að En það er samt einhvern veginn þegar þú færð alltaf á þig eitthvað svo ekta krabbi þá er ég bara En það er mjög mikið samt hérna fólki sem að elskar þetta Því að tala um daginn sem var hjá mér í þjálfun og hann var að vinna á Vísi og alltaf mest lesna shiti á Vísi var alltaf hérna stjörnumerkstæð Sigga Kling Nei, fólk hefur náttúrulega gaman að þessu En bara það er rosa mikið fólki sem hefur gaman að þessu og er klinga á Já, og svo til á þetta Þannig að það er mikið áhugi Ég meina við trúum til dæmis allir að við búum í simulation Já, þú trúir ekki neitt, við trúum á Jay-Z Ég er ekki vissum með simulation sko Ég er ekki að útloka En sko, herðu, það er margt sem að ég þarf að koma hérna að, drengir Það er í fyrsta lagi, bingo, blöðkarsins verður haldið 20. október, það er loksins komið dagsetning Það er daginn eftir ritskjagstaginn og ef allt er eðlilegt þá erum við ælandi heima þá Nei, við verðum mætti feskil í bingo Fjölskyldudagur Ritskjagstagurinn er daginn áður sko 20. okt er haustbingo blöðkarsins Verður þunnir? Já, það verður á Stöð 2 Vísi og Vísi.is Sturlaði vinningar Rosalega vinningar
Svo er líka eitt sem ég verð að koma hérna inn á, því að við tilkynum eftir 2 vikur hverju koma fram á fermingu F95 blöð í Laugardalshöll tilkynna 18. október. Já, miðasala hefst 1. nóvember. Bara fyrir ykkur sem hafið áhuga á sko, skemmtun, takið frá þessa dagsetningu 31. maí. Við getum orðað þannig að bara þátturum fermdur. Já, sko, þið sem mættu í höllina síðast F9 blöð 14. Það, við erum að fara að endurtaka leikinn og stækka þetta. Þátturum 14 á næsta ári, og hvað gerðu þú út 14 ára? Þú fermist. Og við ætlum að ferma þáttinn með, það er líka eitt sem ég þarf að koma inn á þar. Það eru margir fyrir norðan búin að spyrja hvort að Sjálfum er ekki on þráttur í það, og að sjálfsögur er Sjálfinn on. Það er árlegt dæmi. Út af því skemmtilega við Sjallan er, sko, við mætum hann félagarnir, förum hann að kea, beintinn á svítuna. Við erum alltaf með jólaballar. Við förum ekki beint á svítuna. Það er gott, myndu heyra okkur í neglu þar upp, ok. Sér förum við í böðin, svo förum við í steik og raut á strikinu. Þetta elska þess að þetta er bara form. Það er ekki jól nema við tökum Sjallan. Og það verður reyndar 14. desember. Við heldum þetta yfir 21. desember, þannig að ef það er fólk fyrir norðan að hlusta, þá verður í F95 blöð í Sjallanum 14. des. Hvernig hef ég miðasölun á það? Er það bara í róleitum? Það kemur í nóvember. Við þurfum ekki sem aðlega, fólk mæti bara, þurfum ekki að selja með þetta. Nei, það er með við stemminguna síðustu 4 ár, og þá hefur við engar áhyggjur að vera ekki stemming í ár. Það var það rosalegt síðast. En ég ætla að fara yfir þáttinn í dag, drengir. Þekkið ekki kemur í fyrsta sinn í langan tíma. Það er rosalegt. Og ég man þetta átt að vera síðasta þátt fyrir drauminn, en við náðum því ekki á svo mikið að vera muni. Netan kom hérna og var með myndir fyrir cash og fleira. Þannig að þekkið ekki í dag, og svo eru risa fréttir fyrir Tómas Steindós ef hann að hlusta. Sturlaða staðröndi komið fyrsta sinn í 8 vikur. Það er rosalegt. Hafi ekki verið í 8 vikur. Tomás mætti með í blöðkastið með mér og King Richie. Já, topp maður. Ég vil segja gaman að þeim hann er snillingur. Þeir eru ekki sturlaðar hjá þér? Það eru mjög sturlaðar, og sko, það tók langa tíma að gera. Ég hugsaði bara svo langt síðan að sturlaða staðröndi voru. Ég verði eiginlega að tróði það. Það er langt síðan hendur það eru mörg ár. 8 vikur. Væntanlega með hestaskítar og svona. Alltaf einn hestaskítar. Þetta er langfyrstasti liður. Ég gemmina er svona. Við erum með klefa þar sem að við Steindi kepptum í skellt á mig. Þetta hef ég nú bara ekki gert í mörg ár. Spurningakeppni, herru drengir, fókus. Spurningakeppni Gilsarans. Hann er að fá sér stikki hérna. Það er því, hann vinnur á FM. En sko, herru, þetta er svona snus. Já, herru, hvað er í spurningakeppni Gilsarans? Út af því að Stóni er að byrja með einstjarna. Eftir fætti konceptin, hann gistu alls konar ógiði hér og það, sem er the opposite of luxury. Þannig að konceptið mitt var King of Hating Luxury eða King of No Luxury. Herru, bless you, nefnum að hætta þessu. Það er gott að næra, ekki þægilegt það? Það er að fá þér þetta, þú kannt ekki að fá þér. Það er alltaf, hann er bara. Hvað segirðu? King of No Luxury eða King of Hating Luxury. Já, þannig að þetta er akkurat öfugt við King of Luxury. Út af einn stjarnan. Þetta er ekki King of Luxury, þetta er the opposite. Ég var ekki viss hvaða orðu væri gott á móti. Hvað gerð með þetta? Hvað heitir hún? King of Luxury. Út af því að þú ert með keppni. King of No Luxury. Sem stýstum ekki luxury. Já, King of No Luxury. Þetta er fyrir þig. Ég meina, ég hlýt að vera favorite. Það myndi ég halda. Ég myndi halda sko ef að þú vinnur þetta ekki Stonefucker. Svo kemur okkar besti maður. Er þú lúxuskall? Ég er engin lúxuskall. Semi. Hvernig þá? Það er ekki með aðra tanna Ég veit ekki, ég get að tala 10 hluti núna. Ég vil hafa það í góðu skapið það. Það getur að tala 10 hluti. Hvað meinar? Ég seti í joggingbuxum og svona glæsi bílar. Þú ert ekki luxury kalli í fötum. Sammála því. Þú ert öðruvísi lúxuskall. Dóriti kemur hérna líka. Það er bara allt á suðupunktinum. Dóriti er aðmætti hvern einasta þátt fyrir mér hérna. Ég veit að ég gaman að þeim mestara. Og ég er svo peppar að vera komin aftur. Við erum í gír, vonandi þið líka. Minni líka á Valur Breiðablik. Það er hreinn úrslitaleikur á morgun og Hlíðarenda. Hverjir verða Íslandsmeistarar? Alvöru leikur þar. Ef maður kíkir ekki á hann, þá maður að horfa á hann í sjónvarpinu. Hvetjum alla til þess að fara á N1 völlin. Og ef ég væri að Bearing Man, hvað myndi maður gera þar? Þetta er svolítið 50-50 bet. Hvað ferður bara blikana? Það er ekki flókið. Ef þú vilt beita $1 í 2. Ég representa Jassan en þá. En hvort þetta kvenna, en það er bara hvort liðið er yfir á markatölu? Er það ekki jafnar á stigum? Þannig að jafnvel myndi henda blikum betur en valið ekki. Straight going down to the wire. Blikar 1 punkt. Ég minni það, já. Ég er smá blik í mér.
Þú ert orðið sem er bliki. Já. En hvað ætlar að gera núna þegar afturölding, svo tölum fyrir mig í kallabóltan? Ertu áfram bliki eða ertu búin að... Nei, sko, ég er alltaf fyrst og fremst afturölding. Jassi er náttúrulega farin í, það var alltaf lesið afturölding mennsku. En máli að ég Ertu búin að snúa baki við okkur blikum? Nei, já, sko, alls ekki. Ég held með blikunum þegar afturölding ekki. Númer 2 þá? Já, frábært þegar, herðu, við ætlum að afturölding komur í bestum, þetta er svakalegt. Mér líður eins og við séum bara þetta sé fyrsti þátturinn á árinu. Ég hugsaði hvað svona getið tengt við það. Þetta sé svona fyrsti þátturinn eftir sumafrí þó að vera aðeins í ágúst. Nei, ég fór að hugsa býttu hvað var áttu fyrsta lagið í FM 95 blöð frá upphæði. Það er alvöru lag. Þarna. Takk. Rain Over Me. Welcome back. Besta lag sögunar. Þetta er FM 957. Herðu, það verður einhver mistök hérna. Greinilega, sko, Egill, ekki þú koma nála tökkunum. Það fór af Rain Over Me. Sko, ég labbaði yfir. Já. Ég ætla bara að setja í mínu sæti. Egill komið eitthvað tökk á snúru. 14 years. Þetta er ekki mér að kenna. Egill labbaði þetta eitthvað yfir og bara hætti lagið. Það var hálað, sko. Labbaður yfir eitthvað svona svæði. Ég held að sé bara hvað sem er að gerast þér. Að blöð er búin að vera það lengi frí. Ég hef búin að breyta einhverju konseptanum tökum. Það komið fullt af nýjum tökum hérna. Það er að hræða. Hvað er þetta hér? 9 takkar. Atem Mini Pro ISO. Hvað er það? Það er Ríkharður Guðnason, besti maður. Að hysja upp þessi. Þól ekki breytingar. 90 sekundar Rain Over Me. Nei, við náðum nú alveg 2 mínútum hann. En sem er allt í lagi. Við erum búin að bladra hérna helling og skuldum auglýsingar. Já, það er komið að slúðri. Og ég er með ágættispakka, náttúrulega allt slúður og alla síður sem ferði inn á í dag. Ég held að við ekki farið fram hjá neinum að það fjallar eiginlega bara allt P. Diddy. Já. Og þann viðbjóð sem er í gangi þar, það er einn ógeðsluður náungi. Þetta er svakalegt dæmi, maður. Ógeðslegt. Hérna, og sko ég eigum að vera að fara eitthvað mikið inn í það mál. Ég get sagt allavega að Denzel Washington hann lappaði út úr partíi hjá honum og öskraði á hann væri viðbjóður og þetta var árið 2003 sagði hann bæri ekki virðingu fyrir mannslífum og væri, já, eins og stendur hérna bara ógeðsluður náungi. Jay-Z og Beyoncé voru að dragast inn í þetta mál. Þau eru sko Þau voru að Pierce í gæri það ekki? Hæ? Nei, það var einhver kona í viðtali á Piers Morgan sem var að draga þau inn í en það var sko það dæmi var löngu byrjað áður en þessi kona kom til Piers Morgan til þess að þú ferð bara á nýjasta postin hjá Beyoncé hún var að posta mynda sér í einhverjum Levi's gallaböksum öll kommentin sem eru hjá henni er allt tengt þessu bara we know eitthvað Diddy eitthvað þau eru í alvöru vesinni þau hjón og hafa ekki það er alltaf að bíða eftir þau segja eitthvað þannig að það er alltaf að vera tala það, þau séu eitthvað bara að dragast inn í þetta allt saman. Já, það kemur svolítið ljós bara hvað er fett á þessu partíum hann. Já, og svo er líka mikið verið fjallað Aston Kutcher tengt þessu öllu saman en núnast Regulate Shark Tank. Já, hér stendur not on Fed's radar and Diddy case þannig Aston Kutcher virðist ekki vera allavega á FBI listanum hérna tengt þessu öllu og er ekki Össer og einhverjir já, þetta Fylgta Leonardo DiCaprio já, og DiCaprio þetta er dörsti dæmi sko allt saman en hvað er mólin? Hvaða móli ástu við? Það var svolítið þetta bara að Beyoncé og þau eru að dragast inn í þetta og hún misti 1 million followers á Instagram á einum degi og já, og svo var þetta hann að öskra á hann að veri ógeðslur í einhverju partíi Denzel Washington 2003 en þú verður til að horfa á training þeir núna með ég er nýbúin að horfa á hana djöfull er hún góð maður en veistu hvað er eiginlega besta myndin hans Denzel Washington náttúrulega American Gangster rosaleg en Hurricane er eiginlega besta myndin hans Hurricane? Já hvað mynd er það? Ég held ég bara að tekja það einu sinni það er boksaran, Sönn Saga sem satt í fangilsi er langt síðan að horfa á Payback með Mel Gibson? Já, svolítið séns. Það er rosalega. Ég var eitthvað að horfa fullt á svona myndum. Við náttúrulega vorum í flugvél í 79 klukkutíma. Þá er ég ekki að tala um að hanga flugvelli. Í síðasta mánuði sat ég og steindi í 79 klukkutíma inn í flugvél. Var alltaf skjár og entertainment system? Nei, ekki alltaf sko. Ég er bara að rótdogga í reyna vélina sko. Það var ekkert annað hægt. Já, jú, maður hlusta á podcast. Þá veist þú rótdoggar vel. Það mátt ekki hlusta á neitt. Og maður mátt ekki drekka neitt. Hann fekk sér drikki sko. Það er ekki að rótdogga. Nei, þá varstu það svona bónus rótdogga þetta sko. En talaðum sko Men on Fire líka með Denzel. Sko málið er að svona myndir eins og Men on Fire og Payback og Leon og svona myndir. Svona myndir það sem einhver eitt fer á móti öllum. Já, ég elska hann í myndir. Það er alltaf Hóruðu bara alla síkalminnar ég er síkalmaður sko Gary Oldman sagði call everyone, what do you mean everyone?
Já, í Líón Everyone Það veit ekki Slow Horses M&M, já, ég er búin með 2 þætti fólk er að Gary peppa. Oldman þar Það er high quality shit Já, 4 seríu, sagði Ég er nýbyrjaður Ég elska því ég byrjar á seríu og ég veit þetta er high quality shit Ég kannski búið með 3 og 4 Þú vilt high quality shit Það er alltaf lítið að því Lítið high quality shit Ég veit það var high quality shit í kvöldi og heitir stjórnum með Stonefucker DNA Man Ég þarf að kíkja á Horses Slow Horses Slow Horses Nei, ég veit það Hægir, mjög hægir hestar Svo erum við að tala um M&M að vera afi Það er svona jákvæða fréttir Þetta sé ekki allt eitthvað leðilegt Hann er svona ungur afi, hvað árgerir hann eiginlega? Hann er auðvitað bara að svipa gammal á þið Nei, hann er aðeins eldri Aðeins eldri? Já Hann er afi Hann er að verða afi Hann er 72 Já, hann er jakkamall á Pétur Jóhann Pétur Jóhann er hann afi líka Já, ok Peter fucking Joe Þetta stýttist í það að þið verður báðir afar Nei, ég Þið náttúrulega verður undan mér Heldur það Matti og sem var að sprautin 30 ára Slakað á mér Þið eigin og eldri Nei, hann var að segja börnin það. Ég meinti bara því að þið eru eldri en ég Já, en börnin þín er eldri en mín Já Þannig að það var líklega að þú verður af og undan Málið er að- Hver er þetta að vera fyrsti afinn í það? Það góða er við vorum hægir í gang Ég fylgja það er svona 20-30 árið þegar afar Það er líka veistna Ég er líklega sko málið Ég held að er ekki stelpur alltaf undan að hendi að kid eða? Náttúrulega þroska sko, Þetta er ég eða meiri andlega Stonefucker? þroska Já, þetta verður annar Þegar ykkar Ronja og ég verður jafn gamlar sko Já, Já, ef ég ætti að betta Ég ég ætla að betta blöðar Það er að betta blöðar Já, Þeir eru 3 og 4 ára sko já Það tetti sér bara að skemmta sér á baka til Herðu, Nei, við ætlum að eftir Angelina 20 Jolie ok. Hún er komið með nýjan kærasta og það er eitthvað mest bara arti sexy gaur sem ég séð hérna Þetta er nýja kærastan Þetta hennar er mjög huggulegum maður Já, og Það er ekki ljótast ekki að ég sé Nei, hann heitir Akala sem er eitthvað svalasta nafn sem ég hef heyrt og er Shit, breskur Akala. rappari og aðgerðasinni Þetta er rosalegt par Þeir eru út aðgerðasinni Já Það hljómaði svo að þetta er nerd samt sko Nei, hún hvað er að tala um þar? Hann er aðgerðasinni Er það þá bara mótmæla og svona? Activism Hvað sagði það? Activist Yes, það er það sem hann er sko Já, svo Hann er er nerd Það er svo mikið slúður, ég er náttúrulega bara nýkomin heim og hef ekkert verið á hérna miðlunum Þeir komið líka alltaf á neti Voru ekki alltaf einhverju hellholes út allan heim Það er ekkert internet alltaf Já, við vorum oft netlausir Voru alltaf í 5G Nei, Nini Nugulube og Ha? Josh Sínland Hvaða fólk er það? Hvað sagði Mimi Loka Búbe Öllum neitt í Nini slúrið Nugulube og Josh Ois Insan eru hætt saman Hvaða? Þetta lítur að vera slakasti móli í slúrinu frá byrjun Ég er yfirleitt freka jákvæða sko Það eru- Mimi Loka og Lúbele sko Já, Hvað fólk er það eru nokkri sem eru að hlusta sem eru á sama stað og blöð og horfa á Love Island og þetta var parið sem vann Love Er það ekki Island high quality TV? Ég get fest sig við þessu drasli sko. Þau hérna Ég gaggrinn aldrei svona reality Mest gott TV Þau eru hætt saman 2 mánuðum eftir að þau yfirgáðu ástareiðina Ó, og shocker. unnu þáttinn saman Já, já Það er sami svo bachelor og bachelorette Þetta giftast einhverjum Meiri sem sem- er búin að þekkjast í 2-3 mánu Hvað er Meiri þetta sem að gerist? Molly May og Tommy Fury sem að voru búin að eignast barn og þau byrjuðu saman unnu Love Island og voru svona sterkasta parið, þau eru hætt saman Þannig að það er ekki Þetta er bara, þú ekki þarf gott. að vera með manneski í svona 7-15 ár Já, þú þarf Áður en allavega spáir. bara að byrja á því að flytja inn saman Já, Það reynir á samt. Þau áttu barn og byggu saman Já, Molly ég er að May segja, og þú þau, veist, sko. ég er að segja, skilur, þau byrjar á því að búa með einhverjum og þá, þú veist, þú getur ekki bara að byrja með einhverjum í sjónvarsæti og gifst honum bara til 2 ykkur Já, herru, svo er lokamólin ég var búin að tala um hún hérna Britney Spears, hún var að brenna sér hár og augnhár og augabrúnir Alltaf er ekki að gefa henni pásu Jó, ég ætla bara ekki að fjalla um þetta Hefur þú búin að því? Þetta var, nei, ég ætla ekki að djúpt í þetta allavega Þetta var slúður pakki dagsins við skuldum Geggjaði móli hjá þér. Hér strax eftir auglýsingar förum við í, já, þekki eða ekki, þannig ekki missa því Topp tónlistarstöðin FM 957 Þakki fyrir að hlusta FM 957 blöð hér á FM 957 og Steindi, það er langt sem við sátum hérna maður Já, Það er ekki beinni núna, við erum í klefanum góða Í gýr Ekki verið hér í 6 vikur Nei, það er bara Og Ég er bara að sakna klefans já, ég líka Við vorum að hugsa svona hvað við ættum að gera Ættum að fyrir bylgjuleikin Við vorum jafnvel að hugsa um hérna engamálið Já, já En höfum eiginlega ekki tími í engamálið núna Við erum svolítið seinur á ferð Já Því að það þarf að semja það svolítið Þannig að pælingin var Ætlum við í bara gamla góða skellta með skellta með Mér langar svo í rímats Já, Af því þú að- ert búin að segja þetta svo oft Ég veit það, en ég veit hvað ég ætla að gera í dag Þú veist hvað ætlar að gera Já, ég ætla ekki að segja strax Ok, Ég veit þannig hvað að en síðast þú sagðir þetta líka Þá varstu með eitthvað ókísla gott sagðir Já, ég var óöppin Ég er að lenda á fólki sem hangir á línunni Það er ótrúlegt Já, Við ringjum út í bæ
Og mannskja sem svara mér, mannskja hangir. Eina með þennan leik, skellt á mig, eins barnalegur og hann að þér tekst alltaf að flækja hann einhvern veginn. Þannig að, já, það verður spennandi að sjá hvernig þú flækir hann fyrir þér í dag. Já, Viltu þá, ég byrja? Já, þú verður að byrja. Ég verður að byrja. Já, af því að þetta verður svona... Hefur einhvern tímann unnið mig í þessu? Hefur reynskilu bara núna? Sko, mér langar að koma núna bara með eitt svona alveg gamaldags róttök á þig. Þannig að þú byrjar, sjáum tímann og svo bara mæti ég og ég er með trikk. Ég vil meina að karlmenn séu gjarnari að skella á fólk heldur en kvenfólk. Þannig að ég ætla að vinna með karlmann í þessu. Við erum óþolumóðari og ég ætla að Jóhannes, við hefum eitthvað verið að vinna með það nafn mikið. Og ekki fara svolítið neðalega. Við erum búin að ringi í ansi mikið af fólki síðustu 13 ár. Ég farið allavega að blaðsíðu 10 eða eitthvað. Ég má ekki taka efsta því þá er 100% Þú ert alltaf að gera það. Nei, ég Hringi reynir alltaf í sama fólki. Alls ekki, ég reyna að velja vel úr. Herru, maður sé hérna, finna eitthvað góðan Jóhannes. Og já, ég skal þá bara byrja þetta. Ég setja staðin leið og hann svarar. Ok. Halló. Jóhannes, Já. í hver ertu þarna snúðurðin? Ha? Í hver ertu þarna snúðurðin? Ég? Hvað er það að gera? Í hver ertu? Lilli hvíta bröðstrengurinn minn. Hanna! Það eru 18 sekundur. 18, er það met? Nei, ég hef verið í 7 sko. Ha? En þá er komið að þessi risa Það er ekki hægt að keppa við þetta. Jú, þetta er Nei. þér tekst bara einhvern veginn alltaf að flækja þetta. Sko, ég er með hugmynd. Ég er spáði að ringja núna sem Sýrnir. Vinur hans Smára. Ok. Og það er skellt oft á hann, sko. Já, þú ætla bara beint í hann. Ég ætla beint í hann. Þannig að þú ætla eiginlega bara að segja mér hvað þetta er. Viltu halda nafninu Jóhannes? Já. Ok. Það eru 18 sekundur to beat. Herðu, já, veitu, Jóhannes, ok. Þá á Sýrnir bara vin sem heitir Jóhannes líka. Hvað segirðu? Já, menn það skiptir einhver málið. Þú bara maðurinn sem er að ringja heitir Jóhannes. Já. Það þarf ekki að vera vinur Sýrnir. Akkur þarf það að vera, þú ert bara að reyna að láta skella á þig. Já. Þú vart ekki að búið til eitthvað leikrit úr þessu. Nei, veit það er svona ég er með trikk hérna. Ég er klár með þetta. Ok, herru, Steindi er búin að lofa comeback. Við skulum sjá hvort það nái 18 sek. Halló, þetta er Sýrnir, þetta vinnur að Smára og vinnur að Jóhannes. Jóhannes heitir það sama og þú, vissir það? Já, vinn sem heitir það sama og þú. Er þetta ekki Jóhannes? Hver er þú? Þetta er Sýrnir, vinnur að Smára. Er þetta ekki, og vinnur að Jóhannesar? Er þetta ekki Jóhannes? Er ekki lægi með þig? Jú, nei, er þetta ekki, hver er þú? Fáðu eitthvað annað númer að ringi. Ha? Nei, yes! 32. Ég ætla að segja hún að hanga. Hún var farin að byrja að hanga á línunni. Þetta var þitt besta lengi. En ekki sigur. Þetta var bara drullu gott. Við miður 32 sekundur á móti 18. Ég heyrði bara að það var eitthvað sem var að segja. Hún er að fara að hanga á línunni. Já, ég var byrjað að hlæja. Ég held þú væri að fara að lenda í martru. En sko, þetta er að koma þér. Já. Ég verð að gefa þér það. Þetta er eitt besta sem þú voru átt. En ekki nóg fyrir sigri. Nei, þetta var líka bara fáralegt. Þetta var léttur og svona léttur klefi hér. Á föstudegi, gamla góða, skellt á mig. Báðir, við komum báðir út sem segjuverið þetta. Já, veist, það breytt segjuverið, samt. Já, en við vorum báðir fínir, sko. Já, en þú veist, það breytt sem mann, samt. Já, það ætlum að hafa þannig. Það var þannig. Já, þetta er bara kemni. Já, þetta var skellt á mig. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Það eru Dynout og Bodyfuel sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Það eru 3 í gýr þennan föstudaginn 4. október og hér á FM. Og við minnum aftur á að haustbingo blöðkarsins verður 20. október og það verður auglýst vel, alvöru vinningar og allt upp á 10. En drengir, þið veitir hvað þetta hérna lag þýðir. Wow. Það þýðir að okkar besta fólk GTRN og Jón Jónsson eru komin á fóninn og við erum að fara í þekkið ekki. Þetta er lúksus fyrir þig, krefjandi fyrir mig og í Detective Stonefucker. Sko, það er ekki við mig að skammast ef að þeir eru óánægð með spurningarnar. Ég verð að gefa shoutout á hún Unnur Elva sendi mér, ég bað fólk að hjálpa mér síðasta þætti fyrir drauminn sem var fyrir 4 vikum síðan eða eitthvað og ég tók held í 3 spurningar frá Unni, ef ekki 3 ef ekki 4. Þannig að Unnur er út að lusta, takk fyrir hjálpina. Hún er virðist að vera snillingur. Já, hún er með góða spurningar. Þannig að Unnur er basically bara með þetta í dag. Það er svolítið þannig og ég dyrka þeirra hlustendur hjálpa okkur bæði með dagskrárliði og já,
koma með nýja liði Hvor ekki vill byrja? Á ég ekki bara að byrja? Þú vilt byrja? Ég er búin að koma ákveðlega fyrir Undarfarið hefur þú farið fram Ég skal fara á prentarinn Já, ég er með lappirnar upp á og ég leið og lægi dattinn og ég er í smá gýr fyrir að byrja bara. Já, ég ætla að hoppar á prentaran og Steindi byrja þetta, hörru, hvað er penni mér? Er ekki eitthvað sullir í frammi? Það lítur á eitthvað partí hana. Já, partí, það er náttúrulega opinn dagskrá á Stöð 2 alla helgina. Já, það er stanslust partí. Stjarna og Gulli Byggir og Sarti Sandar og Quiz, allt í opinni. Við erum röggluð á Stöð 2. Alveg kolbiluð. Ertu tilbúin? Já. Ég kom með pennan og þú manst þetta, þá varst ég langt sér en farið í þetta, það er bara að svara hreinskilni. Já. Fyrsta spurning. Já. Hvað er að þingsta herru, ok, þessi spurning kom reynda fyrir drauminn. Já. Og eftir við vorum að ræða þetta í blökastina og þetta hjálpar allir svolítið. Já, ég meina, Egill Egill veit svarið. Er það ekki? Jú. Ok, hvað er að þingsta sem þú hefur verið? Já, sko. En ég sverða, þú veist ég sver ekki, ég sverða upp á börnum mín, þessi spurning var komin áður og fórum út. Já, ég er náttúrulega, maður þurfti að skrifa undir hellinga dauðaplöggum og vikta sér margóft í þessum drauma því að maður var að fara í alls konar vesen. Það þurfti alltaf að vera på 10. Það eru leiðileg plögg að skrifa undir að þú deyrið ára þinni ábyrgð. Já, ég held að hafa fáið skrifað undir jafnmörgðan og við. Já. Í alvörunni bara. Ég ætla að segja að það hafi verið þarna, skellurinn þarna í Dubai. Þegar þú varst út á stöðun okkar. Þegar ég var akkurat út á stöðun 957 Það var satt svo fyndið. En veistu hvað? Þú veist að ég er komin í átak. Við vorum að tala um til blökastur. Já, þú er komin í átak. Þeir sem eru ekki áskrifandi þar ég er í átaki. Já. Og ég er í alvörinni átaki. Ég borðaði salat með þér í hátæginni. Þú fekkst þér sesasalat á Lífa. Ég hef aldrei stiðið pantasalat á. Nei, og ég er að labba mótnana og ég er búin að taka mig alveg fyllt í gegn. Já, sem ég elska því að það er strax búið að senda á mig. Það er að spila það setna að þú ætlaðir aldrei átak og eitthvað. Ég bað fólki í blökastunum að senda mig bara hvernig þú talaðir. Þú varst að gera lítið úr okkur. Það er enginn að fara að vera eins og þig. Ykkur svona og fekkst þér salat á. Svona spagetti kallar sko. Þú sagðir að þú myndir aldrei borða sama mat og kanínur. Þú varst að panta þér á hann. Já, og ég bara basically ég er að taka mig 5-6 kíló. Is there a crime? Nei, alls ekki. Þú mátt ok, næsta spurning. Já, en málið er að ég ætla samt líka að segja núna að taka fram. Ég verð að gera það. Ég var í buxum, stuttbuxum og með síma í vasanum í skóm og þannig að ég held þetta var Viktin sagði þetta en þetta er ekki alveg raunhafa töl. Ég meina, næsta spurning. Hversu þungar voru stuttbuxurnar þínar? Það eru bara heldur þungar með sko sími og lyklar í með allt í vöðsuna. Næsta, þú mátt velja einn íslenskan leikar til þess að leika aðalhlutverkið á móti þér í bíómyndi eða með þér. Hvaða leikara velurðu? Finnst þessi góð? Þessi er rosaleg. Já. Sér það ekki konar neina rassaspurningar? Nei, ég er ánægð með þig. Já, ég er ánægð með Unni. Ég myndi halda að þetta væri, þú veist, þetta er gaman að vera bara með ykkur félónum eða Mössa eða Sveppa eða, þú veist, Jóhannes Haukur, Þorsteinn Backmann, Hilmi Snær, Ingvar mikið að þú veist, Halldór Geirhassa, Garðars, Annarsva, Ilmur, Katt. Herðu, þú þarft ekki að tellja upp alla leikar til að halda þeim góðum svo þú fá hlutverk næst með þeim, bara segðu með nafni. Helviti mikið af góðu leikurum. Ég þótt að reyna að sleikja upp alla stéttina hérna. Nei. Góðum eitt nafn. Ég myndi ekki bara segja tvíhöfða minn. Má ekki segja hann sem Nei, það verður bara eitt leikari. Já, bara annarkoð þeirra, ef hann gískar rétt. Jón eða Sigrún. Nefnd annan. Þú mátt ráð. Ég er alveg bara 50-50. Jón Gnarr. Já. Ok. Þá var það næsta. Já, þessi er skemmtileg frá Unni. Þessi kom ekki frá mér. Hvað myndir að halda og róterir mörgum stellingum í einu sessjóni? Veitu, nú er ég farin að efast eitthvað um Unni. Hvað púkir í henni? Það verður að vera einn svona hressandi. Það má ekki allt vera bara hvað rótera í mörgum? Ís og regnbogi, sko. Ég ætla bara að segja eina. Ertu í sömu stellingun allan tíman? Hvað ég að segja þetta? Ég get ekki. Segðu bara satt, hvað heldur þú? Ég hef brent mig svo ofta á þessu leikmaður. Nei, það er verra að segja eina. Giskaði bara. Hvað heldur þú sérst að? Ég veit það ekki, bara komin í stöð. Nó orka. Einhver svona púki. Þetta er ekki strax eftir draum. Þá er það bara ein. Hvernig? Ég veit hvað ég ætla að taka á eftir. Hann er að fara að segja svo 8 eða 9 stellingar eða bara á hliðinni og ég get ekki komið vel út úr þessu. En það er alltaf lagur hinskilin bara. Hvað myndur þú segja svona sirka? 2-3 ár. Á ég að setja 2 og að setja 3. Við getum ekki verið að standa í þessu. Já, þetta er bara við getum ekki staðið í þetta er ekki dónaskapur. Nei, ég veit að við erum alltaf að hlýpa fólki svo alveg nálægt okkur sko. Á ég að skrifa 2 eða 3 á blaðin?
bara, þú mátt velja. Ég get ekki verið að velja svörðin. Mér finnst þetta svo óþægilegt maður. Já, það er bara betra, þetta er svo plásturinn, ríðan að. Það er ógeðslega óþægilegt. Já, hvað er með tölu? Já, ég bara, þú veist. 2. Já, ekki bara. 2. Já, okay. Shit, ég vona að ég hef ekki verið að skýta núna með. Þá er það síðast á þetta var bara einn svo óþægileg. Þú mætti velja grein á Ólympíuleikum til þess að vinna gullverðlaun. Hvað myndir þú velja? Grein á Ólympíuleikum. Annarkvort myndi ég vilja taka hérna ég myndi vilja break. Ég hef aldrei hugsað það. Break verður ekki næsta ári. Hæ? Þú kippaði út? Já, eftir hún skeitt þarna. Hún var geggjum maður. Nei, þetta var alveg það. Þetta var Ólympíuleikum. Entertaining dæmi. Ég held ég veit hvað ég myndi velja. Ég myndi velja glíma. Ég hugsi ég myndi velja box. Rosalegt að vera Ólympíumeistari í boxi. En þú sagði glíma. Já, ég reyndar að spája að fara að æfa box. Það var ekkert annað, þú hefur bara sagt þetta í 15 ár. En hérna, jú, ætli ég segi ekki box. Nei, þú sagði glíma, þannig að við fáum Egil inn. Það getur ekki að stila svörunum mínu. Skotfimmi. Nei, glíma er bara flott. Hoppa á brendarann og sendu Egil. Var það ekki? Jó. Var þetta eitthvað vesinn að það með rótiringuna? Nei, svona, hefði ég verið þú að ég hendi 3 ár. Það lítur betur út fyrir þið en 2 stóð. Já, ég minna að við getum alveg breytt. Nei. Ég er bara að reyna að sleppa hérna, sko. Já, út sloppinn. Það er fyrir öllu. Og fáum við Gilstar. Nei, þetta var ekki viðbjörn. Nei, það er einerfið. Egil mættur á. Það hræða mig þegar hann fer út. Nei, það er ein óþægileg. Já, ok, annars er bara þægilegar. Já, 3 góðar. Ok, takk. Og ef þú ætlaði að skamma eitthvað, þá skamma unni. Nei. Fyrsta spurning. Hvað er það þingsta sem þú hefur verið? Já, þingsta sem ég hef verið. Þú fylgist nú vel með þessu. Já, 98. 98 kíló? Já. Hvað erst í dag? 90. Vá, 98 kíló. Það var góð þykkt í mér á þeim tíma. Já, varst vel blásinn. Var það eitthvað sem varst að kaupa under the counter? Máli er að ég var liftið GM 80 á sínum tíma og sögðu alltaf við mig að þú telur ekki nema að sett 100 kíló. Þú ert ekki til. Þú ert ekki 100 kíló. Þannig að ég var í rauninni ekki. Þú varst ekki til. Ég var GM 80 og þetta var hlegið þannig. Ég lappaði inn og grenjuð allir hlátri sko. Hvað voru þeir þungir? 150-200 kíló. Þannig að Benedikt Magnússon, Stefán Sölvi og Guðmundur Odri og tala svona legend sko. Þú varst 98? Já, og ég hugsaði bara, hörðu, ég verið ekki til lengur sko. Og náður aldrei 100, varst að reyna það? Ég var heldur nálægt í. Ég fór svona 98, max 98,5. Ég held ekki að fulli 98,5, ég held 98. Ok. Og 2 kílum, 100 kílum. Samt var ég skafið inn að beinið hann, það var góð þykkt í mér hann. Já, ég kann mun betur við eins og lítur út í dag. Já, þetta var líka óþæl. Herru, næsta, þú mátt velja íslenskan leikara til þess að leika móti aðalhlutverki í bíómynd. Hvaða íslenski leikari verður fyrir valinu? Shit. Þetta er drullið ekki shit sko. Já, mér finnst það skemmtileg spurning. Já. Sko ég get ekki valið ykkur 2 þegar við erum alltaf hérna fíblast félagarnir. Ég meina við erum búin að leika aðalhlutverki saman. Ég veit, en það er eitthvað bannað að velja sum aftur. Nei, skrítið þú ert búin að. Já, ég veit það. Sko, nú er ég bara hérna að hugsa upp á þetta íslenski leikara, margir frábærir. Sko, ég er alltaf, það eru nokkri gæðar sem popp upp í hausinn á mér. Og ég ætla ekki að velja þér strax, ég ætla að segja hverju koma fljúandi til mig. Já, ekki taka samt eins og Steindi, hann var að reyna að halda öllum góðum og taldi bara upp alla leikar í Íslands. Það sem poppur alltaf sko bjöllinur. Ég er a huge fucking fan. En þú ert búin að þig, hann var aðalveg ekki að móta þér í lögu. Ég veit bara, en hann er ekkert aðeins skemmtilegu gæði. Svo Jóhannes Haukur, sem er líka hérna, þeir báðu kvísla, en ég hugsa sko Mushroom og Peter Johan er náttúrulega ekkert eðlilega finningar og eðlilega góða leikar líka þó séu clowns. En við alltaf erum svolítið tengdi þeim. Það er eitt gæi sem væri gaman sem maður á síðustu edduverlunum sem lá í 4 sætum fyrir aftan mig. Rólegasti gæi sem ég séð. Hann vissi að myndi vinna. Og Hilmi Snær. Það er Hilmi Snær. Ég hef aldrei séð svalan gæja. Ég leiti aftur og svona. Hann var ekki stressað eitthvað saman. Ég var stressað fyrir þessu. Og svona hló og svona. Það var bara. Þannig að þú myndi vilja að leika aðalhlutur ekki mútið honum. Já, þetta því að ég er búin að taka alla hérna bestu. Já, einn af þeim bestu eftir. Hilmi Snær, það er gott svar. Takk. Næsta, þetta er kannski eina erfiða spurningin. Hvað heldur þú setja rótera mörgum stellingum í sessjóni? Í sessjóni? Já. Ok. Þá ætti að meina alltaf samlífinu eða ekki? Við þurfum ekki að fara einhvern annan út í það. Steindi fatta þetta strax. Ok. Sko, maður á að vera alveg sangjað. Bara hreinskilin? Já.
Ég myndi halda, að tala average eða ekki. Jú, Bara svona ég er ekki að tala eitthvað meddæmi. Nei. Ég myndi halda 3 ár. 3 ár, ok. Þá það bara beint í næstu bara. Ára síðast að þú mætti velja grein og ólympíuleikunum til þess að vinna gullvelunni. Þessar spurningar eru ekki á bylgjunni. Nei, þessar eru ekki á bylgjunni. Jóhanna er hérna hjá okkur að stelast í bjór. En hérna þú mætti velja grein og ólympíuleikunum til að vinna gullvelunni. Hvað myndir þú velja? Sko, alltaf ég held svona sem poppar upp að ég held að vera skemmtilega að vinna einstaklingsíþrótt heldur en hópíþrótt. Ok. Þetta eru margar geggjar hópíþróttir en málega er að einstaklingsíþrótt þá veldur þetta alltaf á þér sko. Og að líka bara ég er alveg samanlega. Getur ekki falið bak við ykkur eins og það er gaman að hluta liði maður. Já, þetta er gætt að ég elska að vera að hluta góðu liði sko. Ég sakna svo að vera í íþróttum en einstaklingsíþróttir sko, þetta er allt bara all goes down to just one man sko. Já, og hvaða íþrótt er það? Mér veist svo svalasta íþróttin spretthlaup. Spretthlaup, 100 metra bara. Já. Það er enda grjóthart sval líka. Þú ert ólympíumeistari í 100 metra Já, það er eiginlega svalasta greinin til að vinna. Já, ég sagði, ég ætla ekki að segja neitt annað því að þá geti hjálpað þér með Steinda. Við þurfum að fá hann inn. Er það ekki? Má sjá. Er hann fór eitthvað? Þetta er alltaf soundproof þetta gler. Já. Hann barð á glerið. Þú heyrðir ekki neitt. Nei, þetta er náttúrulega bara, þetta er bulletproof glerið. Ég býstu hörku keppni þetta, drengir. Já. Og Þetta meta þetta sem svona 50-50 betta. Já, þetta er svolítið. Ég var að segja hvort ykkar mun vinna þetta. Hvernig varstu spurning hérna 3 eil? Og kræfandi. Ekki? Ég var líka með, þú alltaf ég var ekki einn. Við höfum ekki 2 inn í félaginu. Það er svo spöldið sko. Það er ekstra óþægilegt. Jóhanna var hérna inni að ná sér í bjór frá bylgjunni. Nú er ég að skoða þetta með kælin. Ég var ekki að þetta var bara Tommy. Og svo alltaf Nei, þá var bara sko Reykjavík síðdeis leikur í túborkjælin sem ég held að vera þurr. Já, sko, málið er að það stoppar ekkert bylgjulestina. Það er svo mikið partí. Og líka hún kom ekkert inn yfir og hérna var eitthvað að byggja leið. Hún bara óði kælin, náði sér a couple of beers Ef Ölgerðin er að hlusta núna, þetta er ástæðan fyrir að kælin okkar er alltaf tómur, túborkjælin. Því að það er ekki bara Tommy Steindós og Rikki G sem er að tæma fyrir okkur. Reykjavík síðdeis liggur í túborkjælunum. Ég er grunað að lengi þau séu alltaf mökkuð annar sko. Já, maður heyrði það bara hvernig við tala. Eina ástæðan fyrir því að við getum aldrei farið yfir á bylgjuna. Við hefum ekki breykis að keislu. Það er svo mikil keislan. Málið er með Robby, King Robby, er að hlusta. Við þurfum stærri kæli. Við gorum nýra bygg og bót. Þetta er bara, svo ég segi, fá bara hérna rísa kæli fyrir veggina. We need a bigger boat. Eru þið tilbúinir, drengir? Þá fyrir að fá úr þessu skorið hér. Fyrsta spurningi ég spurði, ég ætla að byrja á þér Steindi, ég spurði þig Egil, hvað er það þingsta sem hefur verið? Hvað heldur Egil að sagt? Hvað er það þingsta sem Egil hefur verið? Það þingsta sem Egil hefur verið? Sko, Egil sko hefur alveg verið bólginn sko. Bara búin að bólna vel sko. Fyrir þá sem skilja, hann hefur verið vatnaður. Já, bara þú veist, þá er ég að tala um bara bólginn, þú veist, það takk í járnin. Ég sko, já, ég myndi segja Massaður er fallega orða sko. Já, ég myndi bólginn sko. Já, þú veist, ég myndi segja Egil, hann er, sko, ég held að hann er aldrei náð 3 stafa tölu. Ég get ekki sagt neitt, ég þarf bara að fá svar. Já, þingsta sem hann hefur verið, bara þú veist, ok, ég ætla að segja 94. Ég held að vera að fara að vera nátt þessu 98. Ég held að vera að vera nátt þessu. Þú sagði nátt 3 stafa. En veitu, er þetta hvorin, já, þú veist, ég á ekki breykið þetta, hann veit svari. Egil, hvað er það þingsta sem að Steindu hefur verið? Hann hefur 95,7 kíló. FM 957. Já, þetta var rætt í blöðkastinu. Starfsmaður En er ekki búin að hækka launið? Nei, mjög skrítið. Ég get lofa því, hann er ekki þetta lengur. Hann er búin að labba 2 upp á Ólafsvell og borða bara salat og kjúklingabrygguna. Hann er fann að rífa sig í gá, hann er ótrúlega. Ég er ekkert að klípa þig næst sko. Næsta spurning, ég spurði Egil. Já, ég spurði Egil Steindi. Nei, ég ætla að byrja á Agli núna. Egil, ég spurði Steinda, þú mætti leika aðalhlutverki á móti hvaða íslenska leikara sem er, hvaða leikara valdi Steindi? Sko, Stóni er alltaf að fara að velja serious actor. Hann er ekki að fara í að clown hann. Og þú veist, að ná clown friends sem eru líka good shit actors eins og okkur félagana og Mushroom og Peter og þess að gæja. Hann fór ekki þá. Hann fór í svo kallaða A-class actors. Og ég er að velta fyrir mig hvort hann hafi hérna farið út fyrir boxið þarna.
Ég er ekki að svara, en ég bara, ég hugsa á þessu Bjartmar Guðlaugs, þú hugsaði ekki strax að leikari. Ég get lofa að sá Nei, gæði. þetta þarf að vera íslensku leikari. Já, Bjartmar. Hann er ekki leikari. En sá gæði getur 100% leikir. Já, 100%. Getur það 100%. Ég get lofa að hann getur pakka saman einhverju bíómynd. Er svarið þitt Bjartmar? Ég held að myndi örugglega fara í Ingvar eða Helga Björns. Það er eitthvað þannig case á okkar besta mannið hana Ingvar eða. Hann sagði Jóngnar. Ég spurði eiginlega sömu Vel valið, Stonefucker. Ég ætla að gíska á að hann hafi valið Hilmi Snæ. Það er rétt! Það er eitt. Hugsaði þetta ekki eins? Nei, ég þurfti ekki að hugsa þetta. Ég er nokkuð vissum að það sé að vera hleraðna hinum með náðan sko. Nei, það er ekki Þetta hægt lastu að heyra. þetta, ég haf með svo 20 gæði sér taldu upp. Já, ég Þetta var bara vel gert hjá þér. Já, ég bara, I know you. Heyrðu, 1-1. 1-1. Jesus Don't call Christ. it a comeback. Já, nú kemur viðbjóðurinn. Shit. Ég Það er vel gert, spurði Steinda. Nei, ég ætla að byrja á því að Steindi. Ég Já. spurði Egil hvað. Nei, ég ætla að byrja á því að Egil. Ég Já. spurði Steinda Ok. hvað rótar mörgum stellingum. Akkur hlakkar svo líðabli. Eða þú ert í góðu sessjóni. Hvað heldur þú að Steindi hafi sagt? Þú sagði Málið er- aldrei góðu sessjóni. Nei, ég sagði bara í sessjóni. Nú er bara mikilvægt að Steinþór hafi verið hreinskil. Því að ef hann var ekki hreinskilinn, þá fæ ég ekki stig. Nei. Ef hann var hreinskilinn, þá var 2-1 fyrir Gilsarno. Ok. Þið vita Ok. allir á Íslandi að Steindi Junior rótar einhver stellingu. Það er einn og hann er bara í hann, hann er bestur í, langbestur í og engin breykið hann í þessa stellingu. Hann var heimsmæli hvarði þessar stellingu. Hvað er það hlið? Rétt, hlið, ein stelling. Hann sagði fyrst ein en breytti þið tvær. Ha, hvað er hinn? Hvað er? Hvað er hinn? Ertu ruglega? Hvað er hinn? Ha, hvað er? Gefið þið tissa? Hvað er hinn? Þetta grínast. Tvær. Já, veist, Þú þurfum við að fá okkur að beer og velta steinum félagarnir off the record. Já, Off þetta the er svona. record segir hann. Já, já, Ég spurði ég væri pottið með punktana. Já, Ég gæti spurði það. Egil á sömu Ég spurningu. er ekki að segja að þetta sé nú kannski aldrei eitt rétt svar Okay. á svona. Nei, það er líka bara breyttir stemmingu. Já, já. Ef allir eru þreyttir, þá er þetta kannski bara kíkja Ég myndi að það er alveg gestur þetta sé bara ein. Það er alveg nokkuð ljóst. Herðu hérna Steindi, Já. hvað sagði Egil? Já, ég ætla bara að vera sammála. Hann þarf að vera alveg brútal í honest þetta. Og sko ég held honum langi kannski til að rótina meira. En svo náttúrulega eru menn ekkert að yngjast. Það var tótt til líka. Þannig að Ég þarf svar. ég ætla að segja að hann hafi sagt 3 ár. Það er rétt. Steindi komin yfir. Ég held ég var að fara að vinna Þetta er Ég held að það er Það ætti að vera 2-2. Það er síðasta spurning. Ég spurði Maður sjá, ég ætla að sjá Vei, fyrst ég get náð punkt. Ég ætla að sjá hvort þú geti jafnað þetta. Það var kannski ekki spenni í lókin. Egil, Steindi mátti velja eina grein á Ólympíuleikunum til þess að vinna gullvelun í. Hvað valdi hann? Sko, hann hlýtur að hafa Hann er, þú veist, hann er svona martial arts lúði. Hann hlýtur að fara í það. Hann er aldrei valið einhver hóp í þrótt, ekki fræðilegur. Og hann er alltaf ekki valið eitthvað stangastökk eitthvað. Hann er, þetta hefur verið sko box, judo, karate, skilmingar, glíma. Þetta er eitthvað þarna, 100%. Ég get sagt þetta er eitt af þessu. Er það ekki? Jó. Ok, sko. Ok, nú þarf ég Máttu ekki að hinn? Já, það er stað þérna undir. byrju. Sko, judo, karate, þetta er sko skilmingar. Það er, nei, þetta er glíma, judo eða box. Ég er með- Eitt af þessu er rétt. Ég er með hvítabelti í karate, sko. Já, ég hugsa Já, bara það fá allir sem mæta á æfingu. En þú ert svona UFC gómur sko. Þetta er glímaða box. Þetta er box. Glíma! Það er múin að vinna. Egil valdi kraftlýftingar. Nei, hann sagði 100 metra sprellu. En 2-1 fyrir Stóni. Tryggði sér sigur. Jú, hann með glímuna. Jétt, hvað þetta var tæft maður. Þetta var, sko, ég var með þess að spenntur sem spyrill. Ég þakka ykkur fyrir En ef það bróða er henskilin með stellingarna þá var þetta jafnt. Já, hann var hinskilin, það er allir hinskilin hér. Við skuldum auglýsingar, svo er það spurningkeppni Gilsarans. Það er, já, við erum að fara að fá Dóru DNA. Hér er létt spjall og fleira, þannig að ekki fara langt. Topp tónlistarstöðin FM 957 Við erum að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Gæti verið í fyrst og síðasta sinn sem þetta lag kemur í þættinum. Kenya Grace með Strangers. Það er stemmingsþáttur. Þetta er ekki aðeins svo eitthvað. Ég man eftir því þú varst bara að spila ykkur íslenska tónlist Já, og þetta- bara allt í gangi, ykkur stemning og... Þetta lag kemur ekki aftur hér í þessu Ekki bara þætti. spila skemmtilega lög.
Það var svona pælingin og Rikki út að hlusta byrsti afsökun á þessu, þetta fínasta lag var ekki föstudagslag en drengir, ég held sko, svo ég gleymi ekki ég veit að Tommi Steinsson að hlusta hann fyrirgefur mér ekki ef ég sleppur sér búin að auglýsa við ætlum að fara í fyrsta sinn í 2 eða 3 mánuði, þetta örugglega bara í fyrsta sinn síðan fyrir sumarfrí, sturlaða staðreyndir Og snemma Já, Það er rosalegt Amazing twist virtasti dagskrárlegur FN95 blöð er loksins með comeback hér og eitt af þessu er hrosaskítur því ég reyna að giska hvað af þessu kjaftaði og líka því sem að, já, sitjið först í umferði eru heima okkur að hlusta Er þið tilbúnir? Já, Klárt Fyrsta sturlaða staðreind dagsins steypireyður þyngist 100 kíló á dag fyrstu 18 mánuði eftir fæðingu það er rosalegt Já, það er alveg 100 kíló á dag á hver minnst deg Já, Það er impressive weight gain 1,5 ár en það held ég að tungan í steypireyði þyngri en bíll Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað algjört rugl sko. Herru, það eru næsta Já, mér stæsir svolítið áhugaverð hérna Það þarf að hanga í kringum mannesku í 50 tíma svo að kunningi verða vini Fattar við, segjum við sem bara kunningjar svo erum við búin að vera saman í svona 50 tíma Veistu það er svolítið til í þessu eins og Fannar Sveins Já, sem kom með hérna hraðfrétta Fannar hann kom með okkur í drauminn geggjaður hann var snillingur hann var kunningi minn svona eða áður að fórum í drauminn ég var miklu meir en 50 tíma með honum hann er honum vinur í dag þannig að það er svolítið til í þessu já, en svo er þetta meira sko, það þarf að hanga í kringum manneski 50 tíma svo að kunningi verða vini og 200 tíma pluss svo að vinur verða náum vini Þannig að þetta er styrlu staðrind Þannig að þetta spend some time Já, segir sér svolítið sjálft Það verða ekkert nánir Það er ekki vinir nóg bara að taka 1 beer og þeir eru bara orðnir best friend Nei, 200 klukkutímar samkvæmt þessu samkvæmt einhver rannsókn okay. Meðast þessi alveg áhugaverð Næsta, ást er þykk Styrlu staðrind Margir vinir sem eru viklar í ástafíklar Við þekkjum ástsjúka menn sko. Já, ég er bara búin að lofa einu þeirra að nefna það aldrei aftur í þessu þætti Ég veit að hann hlustar og ég er ekki að fara að minnast á hann En ást er fíkn og þú verður háður og eins og með aðra fíknir stendur hér að þá verða sumir háðari heldur en aðrir Það er eins og það er til spilafíkn og það eru til menn sem eru meiri spilafíkn Þannig að ást er fíkn Ástsjúkt fólk Eru þið fíklar þegar kemur ást, drengir? Ástsjúkur Haldi ekki Þú áttir þetta rosalega með að vera einn eil Það er bara staðfest Já, ég veist skemmtilega að vera með einhverjum sko Þú er aldrei búið En það góðaði samt við hérna social media núna Ég bjó einn í 7 ár Þú ert aldrei einn núna í dag sko Alltaf með bara ákvæmra síman og bara blessaði Það er ekkert að sama Það segir þið? Nei Nei, menn segir mig bara Þú syngjar það bara upp á morgun Þú veist, þú ert heima Það er svo öðruvísi núna en fyrir 20 árum Já, það var þannig, ég var einn í 7 ár og það er mikill munur að vera með manneski í kringu sig heldur en að vera á einhverjum samfélagsmiðlum upp í sofa sko. Já, gott það ekki að opna Messenger og því er gott group chat En það er mjög sterkt ef það er einhverjum sem eru nýkonur á markaðin og búin að vera lengi í sambandi að það er einn besta tilfinning sem þú færð er þegar þú fattar að þú getur verið ánæður einn Já, það er rosalegt Já, þannig að það mun gerast fyrir einhver sem eru þarna í ástasorg Ástsjúkir menn geta losnað við þá fík Þurfum við ekki að vera með svona Dr. Lofhátt Mást þetta því? Ég var nú einu sinni með Kósi blöð þátt mætti hérna einn og var í 1,5 tíma Já, þú veist þannig að taka símtöl og heilir fólki og gefa ráð Rólt og rómatík svona hérna Já, bara eitthvað svona, herru, já, ég var að vera single Taka bréf og þá förum við yfir stöðina Það vantar það þetta, eða ekki? Já, Kolbarinn þarf að bara komið comeback á sunnudum Kolbarinn drullir sig það aftur Herru, einn af hverjum 20.000 fótboltamönnum 18 ára og eldri gerast atvinnumenn Þannig að það er ekkert grína að verða atvinnumenn í fótbolta 1 af 20? 1 af 20.000 1 af hverjum 20.000? Já, verða atvinnumenn Mér finnst það nú samt alveg, þú veist ekki það 20k Það sem eru að æfa Já, 18 ára eldri sem er að æfa á fullu Ég man, það var rosa harkalegt sko. Ég talaði það frá því ég bara var svona 7 ára þar til ég varð 17 ára ég ætlaði að vera, ef einhver spurði hvað ætlaði að verða þú verður eldri, ég sagði alltaf atvinnumæður í fótbolta það var smá skellu þegar ég fattaði svona í kringum Hyundai Coupin að ég yrði ekki atvinnumæður En var það, þú veist, varst það svo mækar en valdur þú flöskuna? Nei, bara ekki nógu góður og Mike var það ekki heldur ég bara horfist í augu við sannleikan sko þannig að Mike Það er ekki fallega sagt sko En þú veist, já, en ég meina 1 af hverjum 20 er samt bara ágætt slíkur Ég meina þetta er ekki 1 á móti milljón Þetta er ekki svo tekað til lottó Nei, en svo eru líka átt á því að það eru bara þeir sem eru að spila með Val í dag eru atvinnumenn Það er ekki verið að tala bara að spila með Barcelona sko Nei Herðu, næsta Froskar eru það dýr sem að skilja mest út undan
Mest leiðilegt að heyra þetta fróskana. Það eru bullís. Já, það eru bullís. Killi út undan. Sjáu DNA manni. DNA-maðurinn mættur Hann veður bara inn. Já, hann spyr ekkert. Hann átt að koma eftir 10 mínútur, hann veður hér inn. Margir sem hefur komið spjall, þeir svona horfa inn og sjá þeir eru greinilega að taka upp, ætla að býða þetta frammi. Já, ekki DNA-maður. DNA-maður bara lappaði inn og skellti hurðið. Það ætla að gera í. Það er ekki þetta að gera í. Hvað var, já, froskar eru það dýr sem að skilja mest út undan. Svo er það næsta. Snýpurinn er eina líffærið sem er einungis tengt kynlífi. Það hefur engan annan tilgang. Það lappaði inn í bara snýpin. Hann er bara mættur. Eina líffærið sem er Hvað sagðirðu? Snýpurinn er eina líffærið sem er einungis tengt við kynlíf. Það hefur engan, þetta líffærið hefur engan annan tilgang. Penisinn á Stonefucker. Nú hvað er ekki að míga með honum með það? En hvað ætlar að gera eins og naflinn á þér? Hann er ekki tengt við kynlífi. Nei, ég Hvað er það að sjúa nafla? Ég meina, hann gerir ekki neitt. Nei, en heyrður þú ekki hvað ég sagði? Nei, ég gerir það ekki. Þetta er eina líffærið sem tengist bara kynlífi. Naflinn er ekki nema að setja ykkur mjög steiktu, sko. Þetta er ykkur naflakall. Nei, ég er ekki naflakall. Ég er bara að segja Þú vilt ekki að það festist? Alls ekki. Ég er bara basically að segja að ég held að þetta sé ekki rétt. Við hljóttum ekki að fundi eitthvað annað. Já, bara kallar þetta hrossaskip. Þetta er bara, já. Getur það manjur. Snýpurinn eina líffæri sem er einungis tengt kynlífi, hefur engan annan tilgang. Að taka af línu af kókaini eykur líkur á hjartaáfalli 2400%. Þá ertu náttúrulega komin í alvöru bóluvíst, sko. Þú ert ekki að Hvað erst þú eitthvað sérfræðingur þetta? Nei, ég er að segja að þú veist Hreinrækta óþynta kreatín og glútamíni. Ég er bara Ég held það, af því að þetta er ekki Heldur það? Þetta er bara kókain. Kaupir Alltaf þetta lið sem að taka ég og alveg sprell lifandi. Þetta er aldrei. Það eykur samt, erstu eitthvað rugglaður? Fylgta fólki dáið. Já, ég menna. En þetta eykur líkur á hjartaáfallin 2004%. Já, 2400%. Það er heldur mikið. Og svo er það síðasta styrlaða staðinn dagsins, The National Hot Dog and Sausage Council. Ég nefndi ekki að fara íslenska þetta. Pulsu eitthvað. Já, hér að eitthvað svona council hérna. The National Hot Dog and Sausage Council vill meina að það er engin eldri en 18 ára að setja tómatsósu ofan á pulsinu sína, bara undir hana. Hver gerir það? Það setur engin ofan á. Ef þú ert 18 ára eldri og setur tómatsósu ofan á pulsuna þína, að það er algjört. Það er gutt spjald. Það setja undir. Þú ert að setja undir, já. Ég setja alltaf remulaði ofan á og tómatsósu fer ofan í brauðið, sko. Það eina skipta árið sem hann hjá mér er alltaf tómatsósu undir sinni bóna, sko. Það setur sinni setur ekki remulaði ofan á. Ég fæ mér ekki remulaði. Farið pulsu með tómatsósu og sinnebi. Dóri, hvað þú pulsukall, sko? Ertu 5 ára blöð? Það færður ekki með laukonum henni. Tómatsósa, meina tómatsósu undir, það ekki? Meina hens, þá segir þú tómatsósu undir og ofan á. Þú veist, þú ert að bæta við ofan á ef þú ert tómatsósukall, skilur við. Setur þú tómatsósu ofan á það? Nei, ég bara segja, þú vinnur í sjoppi og gæti komið eitthvað barn og segir þetta var pulsu með tómatsósu og kemur réttir með tómatsósu undir og segir með undir og ofan á, af því það er basic að fá undir og þú ert geðveikur. Það bæta við ofan á. Yes, ok, þá En betur hvað, er eitthvað skrítið að fá sér bara tómatsósu og sinneb? Já, það er helvítið. En þú lauk hana eða ekki? Nei. Það er mjólk. Þetta er að game of laukar, maður. Það er það sem pulsa er. Þú átt að fá pulsu með öllu, mikið að ráðu, mikið að remo og jafnvel að setja jalapeno og steiktan, sko. Ég var alveg til að setja jalapeno. Ég fór í hann í daginn. Málega er að gæin í pilsuvagnum í Laugardalnum. Hann er með þetta á lás. Hann er með alla gúbana að grátt beða sem er meira. Við erum orðið vinir, sko. Við eigðum alveg þannig, þú varst talið 50 tíma, ég var leitt 50 tíma með þessu gæja, sko. En það er vondur hann að þú sitt komin í átak. Þegar ég fyrir lönns að það, og ég sneikast ofta um það, þá hangi ég það og ræði við það. Færði lönns. Ég kaupi yfir borðið lönns. Tek hann heim, sko. Nú spyr ég drengir, hvað er það sem var kæft það? Shit, alltaf í naflan. Já, við komumst að því að Steindi nafnlakar. Já, ég veit en hvað var þú Ég sé bara hrætt yfir þetta. Steipir er þingist 100 kíló á dag fyrst 18 mánuðina. Það þarf að hanga í kringum manneski 50 tíma svo kunningi verða vinir, 200 tíma svo að vinir verði náinvinur. Ást er fík. Froskar eru það dýr sem að skilja mest út undan. Einn af hverjum 20 fótboltamönnum 18 ára eldri gerast atvinnumenn. Snýpurinn er eina líffæri sem einungis tengt kynlífi, hefur engan annan tilgang að taka línu á kókaini, eykur líkur á hjartaáfallum 2400% og The National Hot Dog and Sausage Council vill meina að það er engin eldri en 18 ára að setja tómatsósu ofan á pulsunni. Þetta er erfitt, blöð er bara segur í að búa til kjaftaði, sko. Ég ætla að segja snýpurinn. Þú segir að snýpurinn sé, hvað segir þú? Froskarnir, sko.
Sko, ég held að séu þetta annarkur atvinnumennir eða kókaini. Þetta allir sprelllefandi sem að taka það sko. Atvinnumennir. Ég samdi þetta með froskan á síðustu stundu Froskar eru ekki það dýr sem skilja eitthvað mest út Ég valdi að segja froskar ekki saman. Þeir eru alltaf aleinir eitthvað. Ég held að myndi spotta þetta. Þetta voru störðlega staðnendir með comeback eftir marga mánuði. Hér eftir auglýsingar Dóri Þetta er FM. Held ég, þeir eru að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og eins og þið heyrðu hér kannski fyrir auglýsingar þá er okkar besti maður Dóri DNA mættur í stúdíu og það er ekkert ástæðalausu. Það er ekki bara því hann er skemmtilegur og vinnur okkar heldur er hann að frumsýna nýja sjónvarpsseríu í kvöld ásamt Steinda Junior sem heitir Ein stjarna. Dóri, verður velkominn. Takk ykkur fyrir. Hvernig ertu? Það er alltaf fyrsta spurning. Ég er búin að eiga góðan dag sko. Já, þú virkar, sko, þú ert svona þú berð tilfinningarnar einhvern veginn á öxlinni. Já, með tökjara utan á mér. Maður sér það hvernig þú ert góður og hvernig ekki. Þú ert góður núna. Ég er góður núna, ég er á góðum stað núna. Með gullkeðina mætta og við erum búin að vera svona úrið mitt sko. Tókst úrið mitt sko. Við erum búin að vera svona presstúr, þú veist. Þátturinn að byrja hana við tókum vorum í brennslunni inn í morgun og vorum með alveg Rikka sem var svona að vera grafin upp úr kirkjugarði við erum svo stífur og þreytur og bara stífur bara keislu ekki 50 dagar eru góðir jamdagar og svo vorum við Andra Frey upp á Rúfa áðan og ég er að fara í Gillamanla í kvöld og það er eins og þú segir, það er presstúr hér presstúr, en ég náði samt eitthvað svona 3 tímum með pappa í garðinum að klára að smíða kofa Og þá nærðu svona að senna þig. Já, maður er kjarnaður þá. Já, gerir mikið fyrir DNA mann að komast aðeins í smíði. Maður veit bara ekstra heima að vera að panta pizzu, maður heyrir hann að bara lenda og þú veist, pappi er úti núna sko. Já, sko, talandi pizzur, hvað ég fylgjast nú með þér á Twitternum, hvað ertu búin að léttast mörg kíló síðustu mánuðum? Ég er búin að léttast slatta pizzum, sko. Þetta eru marga pizzur sem eru farnar að kallirum. Við veitum ekkert hvort að þetta heldur, en þetta er að slaga, við erum byrjaðir vegferðinu upp í 30 kíló sko. Komnir yfir 25. Við er ég og allt er egoðum minn. Reynir. Ég var að byrja að elda þetta úr hér. Ég veit að þú lítur, you look like shit. Ég veit það. Já, fólk er ekki að tala um það. Nei, það er enginn að tala um það. En svo ég sagði við þig, Steindi, leið og færð hárið aftur. Það er fyrir að snóða þig, þá sést þetta betur sko. En ég borðaði salat í áðinu. Já, ég var eins og kanína að bara borða salat. En það þýðir bara að þú ert að fara að taka bingokúlur í sko. Egil segir að bingokúlur sé allt í lagi einu sinni í viku. Sko, það er allt í lagi einu sinni í viku. Það er ekkert bannað. Það snýst hversu oft þú tekur það. Já, bara einu sinni í viku. Ég er bingokúlukall sko. Ég ætla að segja þér, einu sinni var Steindi með laumuhansana á heilanum. Laumuhansana sem er þegar maður er eitthvað, varstu búin að sjá bílinn hans Egil? Nei, það var laumuhansi. Þú veist, þegar maður sagði eitthvað hans og nú þú verður að fylgjast með laumuhönsunum sko. Þú veist, í COVID þá vorum við að toga korkin úr einni rauðvín á hverju kvöldi veginn, og bara þú veist, it got me through it eitthvað svona þegar þú umreiknar þetta í hitaeiningar sem þú ert að neyta á kvöldin sitjandi í sófanum heima á þér Það er í raun og veru sjokk sko. Þegar þú fer bara það sem ert að taka óvart Fólk drakk COVID í burtu. Það voru allir. Ég þekki engan sem var ekki að opna rauð og banna að hreyfa þig, það var loka allir gimmum. Ég veit það. Það eru snillingar hérna á klaganum. Þú veist, ég var bara eitthvað svona að spila PlayStation á daginn og drekka á kvöldin með börnin heima. Living the dream. Og sér voru einhverju heilsutrúar á Íslandi að verja þetta. Gimmin ætti að vera lokuð sko. Já, fólk var nú bara tilbúið að segja hvað sem er til að segja fólki leiði svo illa. Það voru allir bara, ég verður bara að gera eitthvað maður. Segðu þeir bara alltaf ræðina. Það verður alveg gaman að skoða þetta úr fjarlæði. En sko, ein stjarna í kvöld og það var fyrsti þáttur í opinni dagskrá. Það er opin helgi á Stöð 2 eins og við komum inn að. Það er líka Gulli Byggir og Svarti Sandar í opinni dagskrá á sunnudaginn. Fyrsti þáttur í kvöld, það er Amsterdam. Ég ætla að því að nú ert þú hérna hjá okkur Dóri, hvernig, að því að ég er nýkomin á ferðalagi með þessum dreng, hvernig fannst þér að ferðast með Steinda Junior? Þú veist, ég er náttúrulega bara alltaf að kynna sjálfum mig betur og betur og ég er farin bara að fara í legal time outs sko, ég er bara Býtu þetta í gangi núna og þú veist, og ég er farin að vera góður að ég get bara að logga mig út. Allt í einu er ég bara komin í síman og ég komin bara í annan heim og ég er bara að tala um konuna mína og það er ekki að ég meina að logga sig út, sko. Það sem er náttúrulega ekki on kamerana er sko einhverjum einasta landi á hverju einasta kvöldi var tekin sama umræðan hvernig þátt
við værum að gera og hvað við værum að gera rátt og hvað við værum að gera rétt og þetta bara endurtók sig á hverjum einasta degi ofan á allt hitt einhvern veginn Ofan á allt álæði sem var í gangi Það var nú helviti gaman að taka þetta upp. Já, það var rosa gaman að taka þetta upp voru líka með ungan og graðan sem gaf okkur Steinþóri rosa mikla orku sko. Já, hann var 20 tökum Já, ungu frá, hann er frá Norðan Besta fólkið það Ég veit það, og hann er bara, hann kann FM 95 blöð utan, þegar hann var orðin eitthvað svona blautur á kvöldin var hann bara að byrja nei, þið verður bara að byrja aftur á þessu, þú veist, hann var bara alveg geðveika skoðanir Okkar besti Tjörvi og ég hef aldrei heitt mann sem einhvern veginn ég hef ekkert að chilla með 25 ára gaurum núna sem er græðir, það var hefi fest einhvern veginn og ég meina græður í lífið, skilur hann er bara á konu og bara græður í þetta allt maður Græður taku upp og bara vill vera það einhvern veginn Við þurfum að byrja að hanga meira með hann sko. og erum með hann og svo náttúrulega er Andri sem er svona finnstiltari tökumæður og passa það þetta líti ennþá sómasamlega út sko. En þetta var svona ferðaðættir, þetta er rosa keisla sko, þú veist Þetta er Amsterdam með fyrsti, hvað er þetta margir total? Þetta eru 6 þættir 6 þættir Amsterdam í kvölda Þetta er allt bara borgir sem að Íslendingar eru vanir að heimsækja Fóruð það eitthvað svona coffee shop og eitthvað svona í þætti Fórum á kvöldsins Coffee Bát Við fórum á Hassbát sko. Hassbát bara leiðum við komum Fengum ykkur hassköku? Við letum það eiga sér sko Það er að taka það for the sake of comedy Já, ég veit að við vorum að tala um það bara ættum við ekki bara að vera alveg út úr því Þú veist, er það ekki bara er það sem fólk vil sjá Það hefði verið klippt út og svo var ég myndið að hugsa ekki, hefði við gert það að það verið klippt út það væri svo eitthvað mikið lind Ég veit ekki hvort við höfum rætt þetta einhvern veginn í þættunum við ljúum ekki að hlustendum Steindi að það var stytt eitt atriði okkur í draumnum þegar við vorum í suður-ameríska draumnum þá vorum við teknir inn í einhvern ættbálk í Jamaica láttir, við vissum ekkert hvað var í pípunni urðum svolítið skrítur eftir það var klippt út Jamaica, hvað ég held að vera í pípunni half and half Ég held að þetta hafði bara ekki verið þetta græna væna sko. Þetta var bara eitthvað annað Þetta var eitthvað Já, skrítið þeir náttúrulega, þetta vex allt bara úti þarna og þetta er ekkert eins sko. Blöðurinn var stór fyrir blöður Já, ég er náttúrulega ekki vanur svona En við pældum strax eitthvað er hægt að fara til Amsterdam bara ekki minnast á líka síðast í fót til Amsterdam þá var Rauðahverfið og þessar hassbúllur voru allar svolítið bara krukki fyrst maður kom á inn og maður bara fór til þetta var bara svona komin í kiss í kringlunni eitthvað, það var bara svona bóa stemningan inni einhvern veginn og ég er að tala kissi var á þriðja hæðinni sko, bótar og eitthvað núna eru fórum út, þú veist Rauðahverfið var bara, virtist vera fjölmennasta gatan hann sko, miklu meira en göngugatan og komið rosa pubbar hann þar og hasskaffihúsin voru komin á bara mjög almenn torg og lítið út eins og McDonalds og kannski eitt hasskaffihús sem við vorum bara með svona hanska höndlit einhvern veginn og allir í skirtum og hérna vestum og svona fancy bara fancy sko máli er að borgin er búin að túrista yfir sig sko þú veist að því að þú ert bara að labba þarna og hver einasta búð er að selja tippakveikjaran og alveg svona 3-4 stærðir af tippakveikjaran og tippa upptökur þið veitir hvað ég á við þetta er svona upptaka þetta er eins og sér að tenir rífi í já, þetta er svona reð strektur reð og þetta er svona og það er bara svona allt út í þessu og svona en það sem við vorum bara að skoða slappa hluti þannig að við fórum á slappasta hafsbátinn sko og þar kemur nafnið Einstjarnan og þetta var hérna við fórum í hollenskt Kattholt sko já, svo erum við konið bara í eitthvað þjóðminjasafni þannig að konið í einhverja búninga að læra ostagerð sem var bara fucking glata sko ég er ekki að segja neitt ég er bara að sjá þetta Þetta byrjar klokkan 8 á stöð 2 og fyrir að sjálfsögðu beint á stöð 2 Plus en Dóri, við ætlum ekki að sleppa þér því að þú verður bæði í King of No Luxury sem tekist þættinum en áður við fáum hérna eitt lag þá langar við að henda þér í hraðspurningar Vistu ert hérna? Ég er taka þér oft, það er búið að afhjúpa kallir hérna marg oft Ertu búin að taka þér oft? Er þetta ekki alltaf sömu spurningar? Já, ég sko, ok En það er aldrei sömu svörin Þessi hlusta á F9 blöð og blöggustið þið er bara að kynnast Dóra frekar vel undan Ég veit það, búið að setja mér svo mikið Svo mátti segja átt innkomist einna Nei, fyrst að þú ert með okkur í King of No Luxury þá ætlum ég að henda bara á lag sem að Egil baði hér í byrjun þáttar
Hvað heitir þessi hljómsveit? Axmo Já, þeir eru frábærir Hvað lagið Stemningsmenn Já, býtu, eru þetta Heaven is Já, ok, herru, hendum þess á og svo fyrir við í King of Eitt No Luxury stemningslag. og Dóri DNA tekur þátt í því Takk Þetta er FM FM 957 Ég er búin að keyra liðið í gýr hérna Heaven is a place on earth Já, Axmo, Heaven is a place on Það earth er að gegja koncept að fyrst að DNA menni mættur sem alltaf góðvinni þáttar en alltaf að fá hann með í King of Hating Luxury eða King of No Luxury þið alltaf eruð ekki lúksusferð í þáttunum og það er koncept Þannig að við erum allir, ég á líka svara þið eru þrýr í þessu Ok. þetta er þryggja manna kepp En Blöð er hérna underdog sko. Hann er náttúrulega smá, þú sagðir hann verið svona lúmskur lúksuskall. Já, mér finnst veit ekki alveg hvað það er, hann er sko, veist, hann er lúksuskall í sömu og sömu ekki Já. ég held að segja það saman með okkur alla hann ég myndi segja að þetta væri bara nokkuð jafnt Ok, byrjum þetta, sko, þetta er 8 spurningar þegar þú færir sundlaug og sama hvaða sundlaug er að fyrsta sem þú gerir og þú flaskar þetta upp nei, í sundlaug alls ekki Flaskar Bara fá sér Þessi hefur ekki komið lengi pasta sér flösku í sundlaugina. Það steindi flaska þetta upp í Vegas í sund Sittir í sundlaug með flösku og glös og hellir í því það sé að Ég hef aldrei farið í sundlaug sem bara með service Er þetta ekki stiga Dóra? sko, næ Hvað er þetta að fá flösku onni í laugina? Það var hægt í einhver einu Dóri partí kom með dominating league hann hefur aldrei séð þetta eins og En máli er að þú veist þá er þetta ekki mikill lúksusskall Það má ekki gleyma það er að allir sem er í þessu, Dóri Nei Hvað eru þið bara að tróða marfaðan og drekka? sess bara í pott Sko, fær Egill flösku, hellir í því tónlist Egill er búin að sleppa þessari spurningu núna í svona 2-3 ár, ég gef honum það Þetta kom svona 4 ára röð eftir að steindi og hérna var með flöskuborði í Vegas í sundlaug Þið tala alltaf eins og ég hefur einn í þessu partí og hann fekk að heyra það í 4 ár Ég hef aldrei komið til Vegas Það er, herðu, you're going það er reyndar álveru skita DNA menn Ég hef bara, ég er svona færihengur sko. Ég hef bara rétt komið til Köpen og London sko. Þú Let's fix that. Þú hefur gaman að gamblinu. Já, ég skal segja ykkur sko, þetta með að drekka í vatni það er veistla Nei, það er þetta ekki eitthvað sem þú tekur út þarna á árunum 17-22 þegar þú ert alltaf að fara í bústaðaferðir með vinahóp og menn er alltaf að neglís í pottinum og svo stendur ykkur upp og bara þetta strax niður og þú veist, það er maður að svífir svo feitt á mann Mér finnst það vera leksi Sumir voru aðeins lengur í þessu Já, og ég ætla líka að taka það fram að við vorum hópur þarna saman flöskuna, sko. Hvernig flaska var þetta? Þetta Rauðvín? það er bara bottle service það er bara vodka Red Bull í pott Greikús það er 1-0 fyrir DNA menn ertu fjölbýli skómur eins og Gilsi Já, ég er í fjölbýli skómur því þú ert heim í fjölbýli Já, en ég er í rað, já Hraðhús er ekki fjölbýli blóni Ég er í á annari hæð í húsi sem hefur 5 íbúðir Shit, ég er náðan að pakka ykkur saman Það er Það er gamalt timburhús sko Í Já, sko, ég skal leiða ykkur að svara En ég er í raðhúsi Þetta er luxus parhúsi, þannig að þið miður farið ekki að vera löðulegur en þú ert ekki að vera á punktan Steinþór? Já, ég var ekki búin að Er það ekki? Hörru, DNA var með 2 punkta og svo er 0-0 Já, hvað er að gerast þetta? Þetta er mjög skeiði. Þegar þú bókar með Æslandi tjekkar alltaf hvað business class kostar fyrst eða fyrir beint í economy Beint í economy Já, beint í ekonomi. Ha? Tjekki ekki svona á business Svo hvaða prísið fáið Nei, ég Ég lagi með ykkur það. Ég kaup alltaf economy og þú veist, og kannski ef ég er að fara með konunni þá daðra ég við hana uppbúð Já, það kemur Þegar hann nættir eigu Þegar hann ættir eigu Smá gamble I like it through 1-1 Hefur átt a Mercedes-Benz Nei Já. Hvernig er ánskund að þú Benz? Hann á hann í dag Já, hann á bensin Hörðu, ertu að Benz í dag? Nei, ég er enda ekki dánum. Þú veist, þetta er... Þetta er svona Þetta hljómar eins og þetta sé eitthvað rosa fýtt bíl, sko. Þetta er smá bens Hvað er hann? Þetta er smá bens Hefur aldrei komið í hann? Þetta er bara... Nei, ég sé alltaf Pusjón Mjög flottu bíl þetta Er frúin á Bensanum og þú ert á Pusjón? Þetta er ekki svona... Ef þið viljið vita hvernig
Mr. Blue Collar hérna höndla sín viðskipti, hann keypti þennan bíl í gegnum síman meðan hann var í útlöndum ekstra sko. Ég var með honum, hann var bara við já, tökum við bara Keypti bíl í gegnum síman? Læsa bíl í gegnum síman Ég meina, hvernig ef ég fer á Hann vissi ekki þennan bíl Ef ég fer Sá á hann bara hvernig best þetta ákveð að bæ Og skellt það svo á Já Ég ætla að fá að verja mig hérna Ég hef aldrei heyrt Ég ætla að fá að verja mig hérna Verja þig? Já, af því að sko, ef ég myndi fara að Keypti Benz og svo skoða Það er baller move Hlusti aðeins á mig drengir. Hvað græði ég á því að fara að skoða eitthvað bíl? Ég veit ekki um bíl. Hvað er ég að segja, þessi bíl sé bílaður eða í lagi? Ég veit ekki um bíl. specialty sko Nei, ég veit ekki nýtt. En byrju hvað, fæði Dóri þá Já, 4-1-1 og Dóri er að reykja þetta Byrðu við það luxury að þú fara reglulega heim og að tóa Er þetta spurning í alvöru? Það er svo mikið Það er svo manni Við förum í 5 vikur og þú gleymur þessum kæmtað ekki. Hvað er að því? Það er eitthvað þreytt við frasi líka Vinna með þetta í dag sko Spáði, við erum að vinna með manni sem heldur að sé ennþá töff að segja Hawk 2. Þetta er svo óþægilegt Sko, er þið fáið Búið við það luxury heima hjá okkur? Það er enginn að vera að svara Það er bara, þú veist það eru eyruna, skilur, veistu hvað þetta Þið volum sem Næsta Er enginn sem býr við það luxury? Næsta Það fá spurning allir punkt 5-2-2 Þetta er eitthvað alveg flókjað með 3 Svo er þetta alltaf að vera meira og Þetta meira. alltaf með 1-2 stykki á þér Aldrei prófa Allir þessi luxusgæði sé ekki alltaf með okkur stykki sko. Skoti sjálfum Enginn hefur ykkur með það Punktur á alla 6-3-3 Ertu með luxury baby reindeer upp á vegg og eldur sinni heima höður? Nei Hvað er það? Þú reyndir upp á vegg Þegar hann keipti húsið sitt og þá var eitthvað reyndir að hangandi og ég ætla búin að vera með þetta núna. Hvað ertu búin að búa þarna líka í stundi? 4 ára eða hvað er þetta komið? Eitthvað þannig já, held ég Ég er ekki með svona Nei. Það er Líka fjölbýlisgómur sko Hvað er það með reyndir upp á vegg? Líka 6 íbúður með reyndir upp á eldur Það er engin Það væri ríkalegt sko Það er engin með Þetta er einbýliskoncept sko Ég er með flíil heima á mér sko Það er rándýr. Það er ekki tutt af þessu Og spilaðu Dóttir mín Það er rosa Fær hann ekki eitthvað tónt á þetta? Hvað er margar spurningar þetta? Ein eftir þetta 63 sko Dóri er búin að vinna þetta Þannig að spurning Hann reykti þetta. Það er ekki sleppur ekki bara síðustu Hún er satt Það er ekki rassaspurning sko Nei, hvað er það? Það er hefur labbað inn enga þótt á Reykjavík og sagt leðu labbar inn Fly this jet to Vegas right motherfucking now Já, ég meina, blöðurinn hefur gert þetta Já, ég labbaði ekkert inn í þvotuna og sagði neitt. Settist bara. Við hefum ekki farið í enga þóttuna Við Dóri fáum stig Punktur á DNA-mannir, ekki á blöð Blöð, þú skýt það bara Og punktur á mig. Skít tappa þessu. 7-4-3 Steindi voru jafnir. Til lögum með Ég þetta. fikk punkt líka í Dóri. Já, 7-4-3 Óskum Dóri til hamingju. If you're not first, you're last. Steindóri er algjör krem gómur Ef fyrir hérna þáttin í kvöld að þú hefur reykt þetta, það hefur verið komst svolítið óvært en það er sko Minnum á eina stjörnu klukkan 8 í kvöld á Stöð 2 í opinni dagskrá. Dóri, takk hella fyrir komuna. Heiður að fá þig eins og alltaf. Við ætlum í auglýsingar og já, svo klárum við það. Þetta er topp tónlistarstöðin. Það eru Keiluvöllin og Túborg Léttul sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Það er heilumferði í íslenska boltanum, enska boltanum, risaleikur í kvennaboltanum á morgun á Hlíðarenda. Hvetjum alla til þess að mæta þar, hreinn úrslitaleikur og þið getið panta borð á Keiluhöllin keiluhöllin.is og já, talandum Túborg Léttul ef að Robby, okkar besti maður að hlusta, það mætti alveg fylla á kælirinn hérna fyrir næstu helgi. Já, 2.25 og kannski venjulegan í leiðinni Sérstaklega þegar bylgjan er að mæta Já, það er farið að ræna úr öllum áttum hérna hjá okkur. Já, þú veist líka að þau lappin og ræna þegar við erum í stúdíum, alveg voru fólk að fél þetta sko, þau voru ekki hérna. Nú er þetta bara einn plain. Þetta er samt jákvæmt, það sé bara að þú veist að fara að fél þetta, hún lappaði bara inn, náðu sér bér og lappaði út. Já, svo er þetta náttúrulega Veila KO. Já, en já, það er svona nánast komið að lokum hér hjá okkur. Minnum á blökastið á þriðjudaginn og svo er, já, bara fulli bátur næsta föstudaga. Talandum blökastið, þá er bingoið, haustbingo blökastið verður haldið sunnudaginn 20. október, þannig að takið hann frá. Fínt á svona sunnudegi.
Fólk hefur ekkert betra að gera heldur en að reyna að vinna eitthvað flotta vinninga. Það eru góði dagar fyrir að bingo. Sérstaklega í október, drefleðilegt að ekkert að gera. Það er bara 10 mánuður. Fyrstu vinninga fartir að detti í hús eru svakalegir. Já, og svo eru 2 vikur í að við tilkynum line-upið í höllinni á fermingu F95 blöð, talandum að taka daga frá, þá er það 31. maí. Maður vinni því, þannig að það geta frá í dagatölunum bara kvelli. Hvernig getur fólk keypt sér miða? 1. nóvember. Já, svo er maður gæla við það. Það kemur trailer sem auglýsir Útskýrum þetta þetta allt. betur hérna. Egil vil meina sig að smíða besta trailer allra tíma fyrir þessu auglýsingu. Þú vinnið í 4 mánuði. Já, og engar áhyggjur þið fyrir norðan því að jólaball F95 blöð verður líka í Sjallanum 14. desember. Og böðin, þetta er að hlusta sem er á böðunum, eða við þurfum að fara á kæli í ladbjórin og gera það klárt. Hvað máttu draka marga þar? Já, það er alltaf því. Hei sko, það er skóaböðin í gamli skólum, bara hellir í þig og veistu mikið þú vilt sko. Haldaðu áður upp úr sko. Gamli skólinn hann. Það er ekki töðu þarna. Þú lætur ekki haldaður upp úr með giggum kvöldi. En það er 14. des, þetta eru 3 dagsendingar sem að fólk þarf að taka frá. Óskar góðvinn þáttarins til hamingju, Tatman. Já, 50 í dag maður. 50. Það er stórt. Og Rís ammali, hann ammali saman dag á konaðinn. hann er með deg og Fjórði föt. nótt. Hvað er Sigrún okkar besta gömul í dag? 35. 35, herra, það eru 2 stóra ammali. Frábær aldur sko. Já, til lukku bæði 2. Við þökkum fyrir hlustunum í dag. Heyrumst vonandi á 3. daginn, annars bara á 1. daginn eftir viku. Eigi góða helgi, kæru hlustundur, og bara hafið það gott helgina. FM 957 Topp tónlistarstöðin.